ekki útvarpinu. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 24. mars árið 2020 og ég segi bæjarstjórnarfund á Akranesi númer 1310 setta. Mætt eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem að tengist fundinum í gegnum fjarfundabúnað, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Guðjón Viðar Guðjónsson, varabæjarfulltrúi situr fundinn í fjarveru Báru Daðadóttur og Ólafur Adolfsson. Sjálfur heiti ég Valgarður L. Jónsson og stýri fundi sem forseti bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir verkefnastjóri sem að sér ritun fundagerðar. Ég býð funda með velkomnandi fundarins og eins og ég tók fram í upptalningu þá einn fundarmanna tengdur við fundin í fjarfundabúnaði og við erum að fara eftir tilmælum sóttvarnalæknis og þess vegna uppröðun í sal óvenjuleg. Það þess gætt að það séu 2 metrar alstaðar á milli manna. Þannig að bæjarfulltrúar sitja hér vítt og breitt salinn og salurinn lokaður fyrir aðgangi áhorfenda að þessu sinni. Og við höfum fundinum þannig að það verður ekki ræðustóll eins og vanlega, heldur og þegar að bæjarfulltrúar óska eftir að taka til máls að þá tala þeir hver úr sínu sæti. Þannig að ég hef svona stærra svæði að skanna en venjulega, þannig að ég óska eftir því að að bæjarfulltrúar sýni mér þolinmæði með það að ég nái örugglega að taka eftir öllum sem að réttu hönd og kveðja sig hljóðs. En við bara göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málnúmerið 20.03.191 og hefur málsheitið COVID-19 ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga. Þriðjudaginn 17. febrúar síðastliðinn samþykkti Alþingi breytingar á sveitarstjórnarlögum sem ætlað að skapa sveitarfélögum svigrúm til að bregðast við neyðarástandi og tryggja að sveitarstjórnir verði starfhæfar. Breytingarnar kveða á að ráðherra geti veitt sveitarstjórnum tímabundna heimild til að víkja frá tilteknum ákvæðum sveitarstjórnarlaga til að sveitarstjórn sé starfhæf við neyðarástand og til að auðvelda ákvarðanatöku. Og þetta gert til að bregðast við aðstæðum sem hafa skapast vegna COVID-19 kórónuveiru faraldursins. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að rétt þyki að rýmka reglur fjarfundi til að bregðast við tilmælum yfirvalda sóttvarnir án þess að það torveldi ákvarðanatöku innan stjórnkerfi sveitarfélaga. Auglýsing ráðherra framangreind bráðabirgðaákvæði birtist í Stjórnartíðindum og tók gildi þann 19. mars síðastliðinn. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur einnig gefið út leiðbeiningar til sveitarstjórna tilhögun fjarfunda. Og við munum síðan greiða atkvæði í þrennu lagi. Þetta í fyrsta lagi að heimilt sé að nota fjarfundabúnaði á fundi sveitarstjórna fagráða og nefnda. Í öðru lagi að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum með fjarfundabúnaði og í þriðja lagi að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðru rafrænum hætti. Með að orðið er laust þessa tillögu. Það enginn sem að kveður sig hljóðs
Þá ber ég upp tillögu A. Í fyrsta lagi, það smá inngangur fyrst. Bæjarstjórn Akraness samþykkir með heimild í bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011, samanber auglýsingu númer 230 frá árinu 2020 í Stjórnartíðindum eftirfarandi ráðstafanir að hámarki til 4 mánaða samkvæmt samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu, það var bara þannig. Í fyrsta lagi að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundi sveitarstjórnar og fagráða og nefnda sveitarfélagsins, samanber 1. tölulið 3. málsgreinar auglýsingarinnar. Þessi samþykkja þetta kjörskólagjafmerki. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Í öðru lagi að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundi sveitarstjórnar eða fagráða og ráða og nefnda með fjarfundabúnaði, samanber 2. tölulið 3. málsgreinar auglýsingarinnar. Samþykkja þetta kjörskólagjafmerki. Það samþykkt samhljóða. Og í þriðja lagi að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti, samanber 5. tölulið auglýsingarinnar. Þessi samþykkja þetta kjörskólagjafmerki. Það eru allir sem samþykkja það. Þá förum við í annan málslið á þessu fundi. Hann hefur málsnúmerið 20.03.133 sem aðgerðir Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. COVID-19 og samkomubann hefur haft mikil áhrif á starfsemi í stofnunum Akraneskaupstaðar og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir stöðuna í stofnunum og þau viðbrögð og aðgerðir sem gripið hefur verið til. Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem á hlýða. Ég kom á aðeins yfir stöðuna á þessum málum fyrir 5 vikum síðan, reyndar undir dagskrálið sem þetta var ekki til umfjöllunar en gaf svona stöðuna á því hvernig aðgerðir væru undirbúnar og skipulagðar. Síðan þá eru þetta heilmikið vatn runnið til sjávar og mikið búið að gerast sem var ekki komið fram á þeim tímapunkti, þannig að það var meira undirbúningur. En staðan þó þannig að það ekkert smitt komið hérna á Akranesi með við tölur sem að ég hef aðgangað frá því hádeginu í dag. En það eru 134 í sóttkví á Akranesi. Það eru 5 komnir með COVID smitt á Vesturlandi. Það reyndar enn fleiri ef að heilbrigðisumdæmið allt væri undir, en það eru þetta Hvammstangi og fleiri staðir. En það eru 281 í sóttkví á Vesturlandi í heild sinni. Það má eiginlega segja að áhrifin af þessum aðgerðum séu ýmiss konar. Þau eru bæði það hvernig þarf að bregðast við þessum heilbrigðisfaraldri og hvað það sem að snýra fjárhagslegum og efnahagslegum áhrifum. Og svo má eiginlega segja bara svona almenn velíðan fólk sem að þetta hafa áhrif á líka. Áhrifin eru töluverð með því. Ég held að svona, þegar ég kem nú og grínast með það, ég kemur svona úr fjölskyldu sem að elskar að faðmast og knúsast, að þá ekki laust við að maður sakni þess að fá faðmið og knúsi þessi dag. Og það kemur að því, þannig að þangað til eru í því að læra á það að senda rafræn knús og high five í loftinu og halda okkur við það að brosa og sýna öðru fólki vinarhót, og það ekki laust við að maður upplifi það sérstaklega mikið á þessum tímum og Íslendingar að standa saman. En ef við fer yfir í hinar 2 aðgerðina sem fer meira fyrir, það annars vegar það sem snýr að fjárhagslegum og efnahagslegum áhrifum og svo það sem snýr að því að bregðast við COVID og tryggja í rauninni almennilega sóttvarnir hvað það var. Og þá vil ég kannski byrja á að minnast á fjárhagslegu áhrifum. Við höfum átt, þá verði ég eiginlega að byrja á því að hrósa sambandi íslenskra sveitarfélaga sem að hefur í þessum aðgerðum, bæði það sem snýr að fjárhagslega þættinum og því sem snýr að
útdeilingu upplýsinga frá almannavörnum og sömuleiðis það sem að koma úr ýmsum áttum frá ýmsum stofnunum, þá hafa þau staðið sig einstaklega vel og eru gríðarlega kvik og eru að vinna og hafa sannarlega sannað gildi sitt síðustu vikurnar. Þannig að ég bara verð að byrja á þessum inngangi sem kemur að fjárhagslegu og efnahagslegu áhrifum. Kaupstaðurinn síðan þá embættismenn bæjarins búnir að vera að vinna úr þeim gögnum sem að koma að einhverju leyti miðlægt, en við höfum sömuleiðis hafið undirbúning að mögulegum aðgerðum og útfærslum og átt gott samstarf við ýmsa aðila og þá ekki bara sambandislega sveitarfélaga, heldur búin að vera í gríðarlega miklu sambandi við það bakland sem liggur bara í öðrum sveitarfélögum til þess að safna saman upplýsingum hvernig aðrir eru að standa að þessu. Þetta og hvað aðrir eru að huga af því að ég vil bara ítreka það eru fáir búin að taka einhverjar ákvarðanir á þessu stigi, en það verið að undirbúa málið fyrir kjörinna fulltrúa og það sama gildir hér. Fyrsta umræða þessi mál verður í bæjarráði Akraneskaupstaðar og morgun, þar sem að bæði þær aðgerðir sem að hafa komið frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og hvernig fyrirspurnir að berast frá bæjarbúum og hvernig fyrirspurnir að berast frá fyrirtækjum. Það verður borið undir kjörinna fulltrúa á morgun og þá geti þið bæjarfulltrúar hér inni farið að vinna með það og taki stefnumarkandi ákvarðanir fyrir bæjarfélagið til framtíðar í þessum málum. Mig langar aðeins að minnast á það helsta sem að þetta mun koma inn á út frá þeim ráðleggingum sem hafa komið frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og í þessu felst leiðbeining en ekki fyrirskipanir, bara svo það sé á hreinu, en þetta byggir á hugmyndum og ábendingum sem að stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga hefur unnið að og ég ætla bara að hlaupa á því allra stærsta. Þetta gagn hefur verið sent á alla bæjarfulltrúa, en þetta snertir til dæmis í fasteignagjöldum og gjaldskrám, hvort það fresta gjalddögum til dæmis, hvort það að huga því að koma til móts við fyrirtæki sem að eru sérstaklega að verða fyrir skakkaföllum á þessum orsökum, sem dæmi ferðaþjónusta, hvort að að tryggja það þegar að vera að huga að álagningu fasteignaskatta fyrir árið 2021 að þá verði aðgerðir mildar með það í huga að menn að fyrirtæki geti unnið sig í gegnum það, sama gildur í rauninni heimili og svo það sem snýr að mögulegri lækkun gjaldskrár, þar sem að sveitarfélög í einhverjum tilfellum þá ekki að veita þá þjónustu sem að heimilin hafa verið að greiða fyrir, samanber leikskólagjöld, þjónusta með breyttu sniði, samanber greiðsla fyrir fæði og svo framvegis. Þannig að þetta allt eru atriði sem við þurfum að fara yfir og taka ákvörðun en svo vil ég líka benda á að ríkisstjórnin hefur verið að koma með ansi víðtækar aðgerðir sem hafa verið kynntar. Það virðast að sumu leyti vera hugsaðar til þess að mæta líka þessum skakkaföllum heimilanna. Þannig að þetta kallar á gott samtal ríkis og sveitarfélaga að við séum að stilla okkur saman hvað sveitarfélögum ætlað að grípa og hvað ríkinu ætlað að grípa. Svo þegar kemur að framkvæmda hliðinni, þá verið að huga þetta að viðspyrnunni, hvernig hægt að tryggja það að við ætlum að bregðast við ástandinu sem að klárlega að fara að hafa mikil áhrif, samdráttur framundan, spáð alltaf 8% atvinnuleysi og við í þeirri stöðu að koma með aðgerðir sem geta þá stuðlaði að halda atvinnu uppi á sama tíma. Og þar má nefna viðhaldsframkvæmdir, sveitasjóða og B-hlutafyrirtækja. Þar má nefna stofnframkvæmdir á vegum bæjarfélaga og B-hluta hjá okkur. Og sömuleiðis tilraunaverkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem að einmitt vill svo vel til að húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur upplýst bæjarstjóra að tilraunaverkefni sem hefur verið unnið að núna síðustu vikurnar hér hjá Akraneskaupstað verið að skoða hvort það hægt sé að nota sem
svona fyrirmynd af því að útfæra það nánar með öðrum sveitarfélögum. Þannig að það allavega jákvætt að við erum þá svona búin að undirbúa eitthvað og af þeim ástæðum þá óskaði ég eftir því að þetta sett á dagskrá bæjarráðsfundar morgun svo bæjarfulltrúar sem sitja þá fundi sér upplýstur stöðu á því verkefni og hafi aðeins meiri upplýsingar en ég hef getað fært ykkur núna síðustu vikurnar í hvað það var. Og svo er verið að huga að ýmsum atvinnuátaksverkefnum og sveitarfélögin eða samtök íslenskra sveitarfélaga hvetur sveitarfélög til þess að fara í að skapa allt að 1000 störf í atvinnuátaksverkefnum og sömuleiðis að beina styrkjum inn í nýsköpunarsjóði sem að myndu þá styðja við einyrkja og sérstaklega lögð áherslu á kvennastörf hvað það var. En svo má þetta í nútíma samfélagi velta fyrir sér hvað kvennastarf. Það auðvitað allt orðið kvenna- og karlastörf í dag. Svo markaðsátak í ferðaþjónustu sem að verið að huga því hvernig sveitarfélög geta komið að því með ríki og ferðaþjónustu fyrirtæki. Svo þarf að huga að ýmsum laga- og reglugerðarbreytingum. Ein hugmynd sem að gæti haft mikið að segja frá samtökum íslenskra sveitarfélaga að lækka áhættugrunn lánastofnana í áhættuvok sveitarfélagana. Ef hún tekin úr 20% í 0%, þetta myndi skila mjög miklu í því þegar að sveitarfélög, ef þau hafa tök á því að gefa í fjárfestingum, þá mun þetta skila sér í hagfelldari lántöku til framtíðar. Og ýmislegt í þessum dúr, en þetta svona það sem ég vildi hlaupa á í stórum dráttum. Það auðvitað mikið meira á bakvið þetta. Ég geri ráð fyrir að þegar að Akraneskaupstaður búinn að vinna þetta í góðu samstarfi bæjarstjórnar allrar og þá verður þetta kynnt bæjarbúum. Og vona á því að það verði útfærslan. En þá svona það sem snýr að sóttvarnahliðinni. Það auðvitað heilmikið búið að gerast. Þetta búið að vera mikið átak frá þeirri tilskipun fyrir rúmri viku síðan að þegar að koma á samgöngubann á Akranesi þá hefur reynt á hraða ákvarðanatöku og undirbúning og verði ég að segja að ég bara einstaklega stoltur af þeim starfsmönnum kaupstaðarins sem hafa komið að þessu verkefni, sýnt mikið æðruleysi, hugvitssemi í nálgun sína á verkefninu og það má eiginlega segja að svona samvinna og samheldni hafi verið svona einkennisorð þess hvernig við höfum verið að nálgast verkefni. Þetta á ekki bara við stjórnendur kaupstaðarins sem ég vil þó gefa sérstakt hrós til, heldur líka og allt kerfisins eins og það virkar. Við erum svo sem ekki mikið í daglegum samskiptum við almannavarnir Íslands, en við erum í mjög mikilli samvinnu við almannavarnir Vesturlands. Þó kalla á einhver samtöl við almannavarnir þurft að fá aðeins skarpari leiðbeiningar, en almannavarnir Vesturlands hafa verið að fungera mjög vel. Sá hópur sem þar, ásamt því að aðgerðarhópur sem starfar þar undir þeim hafa verið að funda daglega og meðan almannavarnir hafa funda vikulega. En í aðgerðarhópnum sitja 4 sóttvarnalæknar ásamt lögreglu, slökkviliði, björgunarsveitum og Rauða krossi og eru búin að vera undirbúa ýmislegt sem að getur snúið að því hvernig þarf að vinna með sóttvarnir og veikindi sem geta komið upp á síðari stigum í þessu ferli sem að auðvitað vonandi þarf ekki að grípa til allra þeirra úrræða en það búið að undirbúa gríðarlega margt. Þannig að þetta búið að vera frábært samstarf og góð upplýsingargjöf til sveitarfélaga á hverjum einasta degi frá þessum aðgerðarhóp sömuleiðis til allra sveitarfélaga á Vesturlandi. Bæjarstjórar hafa sömuleiðis verið mjög virkir í að deila upplýsingum sín á milli, bæði á Vesturlandi og síðan erum við með Facebook-hóp, bæjarstjórar allt land og sveitarstjórar
þar sem við höfum verið að læra af hvor öðrum hvernig á að nálgast verkefnum og það búið að vera einstaklega gott að geta oft velt upp vinklum hvernig við leysum úr ýmsu þáttum. Svo eru stjórnendur kaupstaðarins með 2 aðgerðafundi á hverjum einasta degi þar sem við förum í gegnum það hvernig það var að bregðast við nýjum aðstæðum og erum að reyna að fanga allt sem að kemur upp á í starfi okkar og það sömuleiðis höfum við haft 3 upplýsinga og samræmingarfundi með forstöðumönnum þar sem að forstöðumenn hafa verið að deila með sér sínum hvað að ganga vel, hvaða áskoranir að glíma við og hvað má betur fara almennt í því hvernig við vinnum með þessi verkefni. Og þá kannski að gefa ykkur hvaða aðgerðir hefur verið gripið til. Þá það fyrst í leikskólum. Þeir hafa skipulagt starfsveit með þeim hætti að barnahópum skipt upp til helminga í leikskóladvöl og með það að markmið að uppfylla skilyrði heilbrigðisyfirvalda. Opnunartíminn hefur verið skertur. Mikið og gott samstarf hefur verið við foreldra sem á neyðarlistum sem almannavarnir hafa gefið út til þess að tryggja þjónustu við þann hóp og ekki koma til fjarveru frá vinnu vegna þess að ekki trygg leikskóladvöl fyrir barn þeirra. Helsta áskorun sem við höfum verið að glíma við að halda stöðugleika í starfinu en leið að beita öllum þeim sveigjanleika sem aðstæður krefast til að gæta smitslu og halda úti þjónustu fyrir sem flest börn. Í grunnskólanum var komið strax á samræmdu skipulagi og vil ég hrósa stjórnendur skólana fyrir að hafa komið sér saman eitt skipulag sem að myndi þá tryggja það að þetta samhæft fyrir allt grunnskólastarf á Akranesi. Og skiptist skipulag þeirra í ferð, árgöngum skipt upp á mætingardaga og það hugsunin fram að páskum nema komið til frekari ákvarðanatöku miðlarar frá sóttvarnalækni Íslands eða almannavörnum eða landlækni, svo ég nefni alla í tríóinu sem að landsmenn þekkja orðið mjög vel. En starfsmannahópum síðan skipt upp í teymi sem að þjónustar hvern árgang og reynt að fremsta megni að uppfylla skilyrði heilbrigðisyfirvalda smitvarnir, mötuneyti lokað og skóladegi lýkur á hádegi, fjarkennsla þá daga sem ekki mæting í skólahúsnæði. Þannig að skipulögð heimavinna til viðbótar við mætingu og kennslu. Og kennsla eða frístund fyrir börn þeirra foreldra sem á neyðarlistum. Helstu áskorun sem við erum að glíma við í grunnskólum að draga úr öllum möguleikum á smittum og draga áhrifum þess ef uppkemur smitt og hópar settir í sóttkví. Það rauninni það sem við höfum verið að glíma við. Svo eru þetta ýmsar áskoranir sem við verið að fást við, grípa og fanga ákveðna hópa sem að þarf að sinna sérstaklega. Þannig að það er af mörgu að taka. Í þorpinu hefur dagstarfið eingöngu verið fyrir börn sem hafa sértækar þarfir og hefur þjónustan verið sniðið að þeim þá daga sem þau mæta ekki í skóla samkvæmt skipulagi skólana. Til að byrja með var boðið upp á kvöldstarf, skipt niður á árganga en því hefur verið hætt vegna smithættu. Nú haldið út í rafrænu starfi 3 kvöld í viku og eru þau að fara fram, þannig að við erum komið með svona það sem við getum kallað rafræna félagsmiðstöð á Instagram og á Facebook og magnað að fylgjast með því hvað krakkarnir að gera og þetta auðvitað allt saman aðgengilegt, þannig að allir bæjarbúar gætu kynnt sér hvað krakkarnir að hafa í rafrænu félagsmiðstöðinni dagstaglega. Sömuleiðis þá stærsta áskorun sem við höfum verið að glíma við í þorpinu liggur í því að starfsmenn þorpsins í mörgum tilfellum að starfa á öðrum stofnunum og grunnskólum, Höfða eða annar staðar og við höfum haft áhyggjur af krossmiti fyrir viðkvæman hóp og þar höfum við þurft að grípa inn í og reyna að svona tryggja að þetta sé ekki að hafa áhrif eins og hér nefnt. Með því að veita, og það stefnir auðvitað í það að nú þurfum við að veita einungis þjónustu fyrir börn þeirra sem eiga foreldra á neyðarlistum og svona bíður maður eftir því að sú ákvörðun sé væntanleg bara fljótlega.
geri ég ráð fyrir. Í tónlistarskólanum höfum við verið að sinna má segja einkatímum og fjarkennslu eins og kostur og kennslan fer eingöngu fram í húsnæði tónlistarskólans. Og það stöðugt verið að endurskoða leiðir og aðferðir til þess að halda nemendum virkum, halda tengslum milli kennara og nemenda og eru helstu áskoranir hér að ná til yngstu nemendana og halda þeim virkum í námi. Einnig það mikil áskorun að skipuleggja námsmat við skólalok í ár. Í íþróttamannvirkjum byrjuðum við fyrstu vikuna á því að halda ákveðnu starfi gangandi fyrir þá sem voru 18 ára og eldri. Og íþróttastarfi gekk ágætlega fyrstu vikuna. En svo núna búið að loka fyrir alla starfsemi í íþróttamannvirkjum. Samkvæmt fyrirmælum frá heilbrigðisyfirvöldum verði ég að minnast á það að þetta gildir ekki mannvirkið golfvöllur. Þannig að þeir sem vilja spila golf á vetrargrínum, þeir geta gert það eins og staðan í dag. En frá og með þriðjudaginn 24. mars var þetta veruleikinn hjá okkur og núna eru starfsmenn að sinna sértækum þrifum og öðrum verkefnum sem að forstöðum með skipuleggur í samvinnu við starfsmennum. Og allar íþróttaæfingarfélög innan IA þær hafa fallið niður samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda og ISÍ. Á dagforeldrum sú ánægjulega staða uppi að þeir hafa skipulagt starf sitt bara í samræmi við útgefið verklag og ekki hefur orðið nein skerðing á þeirra starfsemi eins og staðan Hvað varðar velferðar- og mannréttindasvið þá hefur verið að þjónusta marga viðkvæma einstaklinga, bæði í sólarlagsþjónustu og í þjónustu á einkaheimilum. Og forstöðumenn velferðar- og mannréttindasviðs hafa leitað leiða til þess að skipuleggja og bregðast við þeirri stöðu sem uppi hafa meðal annars verið að aðlaga þjónustu eftir forgangsröðun í hópa, A og B hópa út frá samhæfingarmiðstöð almannavarna, þar sem að þeir hafa gefið út leiðbeiningar hvað það varðar. Velferðar- og mannréttindasvið bætti síðan við forgangsröðun C. Þar eru notendur þar sem þjónusta má falla niður tímabundið. Forstöðumenn hafa einnig unnið að því að endurskipuleggja viðveru starfsmanna og útbúa lista yfir þá einstaklinga sem geta tekið aukavaktir og aflýsingar komið til þess. Velferðar- og mannréttindasvið hefur auðvitað þurft að grípa til ýmissa ráðstafana hvað varðar lokanir og breytingu vegna þjónustunnar. Og vil ég þar nefna dagdvöl aldraða var lokað 7. mars, enda sú starfsstöð í húsnæði Höfða, hjúkrunar og dvalarheimilis. Samráð hefur verið við samstarfsaðila og notendur og þjónustan útfærð á annan hátt og snertiflötum fækkað. Starfsmenn stuðningsþjónustu heimaþjónustu hafa tekið aukið innlit, símtöl og persónulega stuðning af einstaklingum sem voru í dagdvöl. Allir látnir vita leið og hægt var að hefja starfsemi á ný. Allir verða látnir vita þegar að. Og svo hvað var það félagsstaða aldraða og öryrkja, þá var því lokað 7. mars sömuleiðis og það var haft samband við alla fasta þátttakendur og starfsfólk og við höfum verið í reglulegum tengslum í síma við alla þátttakendur þar. Starfsfólk gengur einnig í önnur störf í stuðningi og stoðþjónustu meðal annars að sinna persónulegu innliti, símtölum og allir látnir vita leið og hægt var að hefja starfsemi á ný. Og heilsuefling aldraða, henni var einnig lokað 7. mars og þar hefur verið boðið upp á gönguferð með leiðbeinanda en hún Anna Bjarnadóttir gefur upplýsingar staðsetningu og tíma á Facebook síðu FEBA. Og upplýsingar hafa verið uppfærðar tími og staðsetning breytast. Og sömuleiðis munum við láta vita leið og einhverjar breytingar verða hér. Stólaleikfimmunni var hætt 7. mars en það var boðið upp á gönguferð með leiðbeinanda í upphafi. Og farið yfirleitt af stað frá kirkjubrautinni og við munum sömuleiðis uppfæra allar breytingar ef að þær verða á sömu síðu hjá FEBA. Hvað varðar heimsendan mat, þá hefur Höfði og hjúkrunar og dvalarheimili annast það
en mikil aukning var á heimsendum mat, þannig að höfði annaði ekki eftirspurn og við erum búin að vera að undirbúa það í samvinnu við veitingahús bæjarins að koma á samstarfi vegna heimsendingaþjónustu á heitum mat og öðrum veitingum. Og við höfum haft sömuleiðis milligöngu til þeirra sem ekki geta sjálfir séð matseld í skemmri og lengri tíma vegna aldurs og fötlunar, samkvæmt reglum sveitarfélags félagslega heimaþjónustu. Og það hægt að sækja þessa þjónustu í gegnum bæjarfélagið síma 433-1000 og hafa þar samband við Hjördísi og Laufey hjá okkur. Ráðgjafaþjónustunni hefur verið skert á þann hátt að félagsráðgjafar veita ráðgjöf og viðtöl í gegnum síma eða með tölvupóstsamskiptum og sömuleiðis hafa þeir einnig verið að grípa til Teams fjarfunda. Barnavernd hefur metið hvert mál fyrir sig og verið með aðstoð inngrip í samræmi við það. Stuðningsfjölskyldur, þar haft búið að vera gott samráð við foreldra og stuðningsfjölskyldur útfærslur og í liðveislunni þar sömuleiðis búið að vera samráð við notendur, foreldra, aðstandendur og starfsmenn útfærslur á þjónustunni. Hvað heimaþjónustu varðar eða stuðning og stoðþjónustuna, þar hefur hún haldið áfram en með breyttu sniði. Við erum búin að forgangsraða þar hópum í hópa, í A- og B-hópa og sömuleiðis eins og lýst var áður í C-hóp. Og við erum búin að vera að hafa samráð við notendur og útfærslur á þjónustunni og núna erum við búin að vera að hringja í alla, eða búin að ná að tala við 90% af öllum sem tilheyra þessum hóp hjá okkur og erum að fara að hefja það að hringja í yfir 500 einstaklinga sem eru í eldri kantinum hér hjá bæjarfélaginu, bara að heyra hvernig fólk hefur það. Og svona erum búin að undirbúa ákveðin spurningalista og viljum bara svona vita hvernig fólk að höndla þessa einsemd sem eru þetta í dag. Þannig að við viljum teygja svona okkar þjónustu aðeins lengra og vilja hrósa Hjördís og Laufey sem hafa verið að keyra þetta verkefni áfram, sérstaklega fyrir hugvitsemina í því. Og svo þetta þrif á heimilum hafa færst yfir til fyrirtæki sem sveitarfélagið með samning við og starfsmenn stuðningsþjónustu heimaþjónustu á í auknum mæli sinnt persónulegum stuðningi með innliti og símtölum á móti. Fjölræðan vinnu- og hæfingarstaður, þar var móttökunni í endurvinnslu lokað 20. mars, samræmi við nýjustu ákvarðanir sóttvarnalæknis og samstarf við starfsmenn fjölöðunar og notendur sem að mæta áfram og vera þjónustu á verkefni skipulögð í samráði við þá, ásamt því að það búið að vera mikið samtal við aðstandendur og persónulega talsmenn þar sem við á og þá út frá tilmælum almannavarna. Og Búkolla lokaði 16. mars og við erum sömuleiðis að vinna það með út frá tilmælum almannavarna. Búseta fatlaðra hefur verið órofin með samráði við notendur og aðstandendur og persónulega talsmenn varðandi breytingar sem þar hafa verið. Og svo var endurhæfingarhúsinu Hver lokað frá 23.3. Þannig að Hver með athvarf og eldhúsmötuneyti fyrir öryrkja og þá sem hafa mistað hlutverk í lífinu og starfsmenn Hvers munu halda sambandi við þjónustuþega með öðrum leiðum eins og símtölum og tölvupóstsamskiptum og við erum búin að vera að leggja mikla áherslu á það að vera með hvatningu til okkar þjónustuþega og brýningu að halda rútínu sínu daglega lífi með hreyfingu og góðu mataræði sem bætir betri líðan og bæði andlega og líkamlega. Já, Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili þá hafa stjórn og stjórnendur þar tekið auðvitað þá ákvörðun að loka hjúkrunarheimilinu. Þetta var ein fyrsta ákvörðun sem við sáum, sem var hér 7. mars og var þetta gert í samstarfi við sóttvarnalækni og landlækni eftir að neyðast í almannavarna var lýst yfir fyrst. Og hér erum við þetta að verja viðkvæmasta hópi og heilsa og velferð þessara íbúa þarf að vera í algjörum forgangi í vinnubrögðum hjá okkur. Hvað aðra starfsemi kaupstaðarins varðar, þá hefur þjónustu deildinni hjá okkur lokað
hvað þarf að segja fyrir heimsóknum. Við tökum við hefðbundum pósti hér, en af stærstum hluta verið að færa alla þjónustu yfir á rafrænt form og verið að þjónusta í síma og Facebook. Og sömuleiðis búið að loka bókasafni, en bókasafnið hefur verið að undirbúa auglýsingu á því hvernig hægt að sækja mjög sóttvarðar bækur á okkar hálfu, þannig að hægt sé að komast í bækurnar með pöntunum á netinu. Sömuleiðis hefur skrifstofan hér komið upp aðskildum hópum, þannig að töluverður hópur starfsmanna sækir rauninni vinnu heima frá sér og svo munum við skipta út hér hópum til þess að tryggja að það sé svona haldið upp í samfellu og að það geti ekki gerst að stjórnsýslan hér veikist öll í einu. Og ég vil nota tækifærið á því að minnast á þjónustudeildina. Ef það eru einhverjar spurningar hjá bæjarbúum varðandi þjónustu okkar, þá bara hafa samband við þjónustuverið hjá okkur. Á þeim tímum sem við búum við í dag samvinna allra lykilorðið og við erum búin að leggja áherslu á það, eins og ég farið hér yfir, að vera í góðu samstarfi við notendur, aðstandendur, foreldra, nemendur, persónulega talsmenn, það sem við á, samstarfsaðila hjá HFF, meðal annars í heimahjúkrunni, við höfðaðum útfærslu á þjónustu og við höfum lagt okkur í líma við það að hlúa sérstaklega að viðkvæmasta hópnum okkar. Mesta áskorun framundan að tryggja mönnun í þjónustu og á starfsstöðum sem skilgreindar eru. Og við erum enn að tala um það að hér hjá kaupstaðnum erum við ekki komin með fyrsta smitið á Akranesi og ég fagna hverjum deginum sem það með þeim hætti. Einhvern veginn grunar mig að smitið gæti nú samt verið komið upp, en það auðvitað alltaf senkun í því hvenær þessar upplýsingar koma síðan fram sem greindar upplýsingar. Þetta byggi ég nú bara á hyggjuvitinu en engum upplýsingum sem búið að hvísla að mér. En með samtakamátti starfsmanna og fyrrverandi starfsmanna og þeirra sem að nota okkar þjónustu, allra aðstanda og samstarfsaðila, þá teljum við okkur verið mjög vel stakk búin til að takast á við þessa áskorun. Og við viljum einnig við eigum einnig aðgang að bakvarðasveit í velferðarþjónustu sem skipulegar af félagsmálaráðuneytinu og sambandi íslenskra sveitarfélaga og viljum við vekja sérstaka athygli á þeim möguleika að fólk geti óskað eftir því að starfa að þessari þjónustu, meðal annars við fatlað fólk, við aldraða, við heimilislausar, við börn með sérstakar stuðningsþarfir, barnavernd og fjárhagsástæður. Það skráningarsíða aðgengileg á vef ráðuneytisins fyrir þetta og ætlunin að birta aðgengi að þessari síðu og þessari skráningu á vef kaupstaðarins á morgun. En ég vil að lokum þakka starfsfólki okkar fyrir að bregðast vel við þessum breyttu aðstæðum. Ég vil þakka notendum fyrir að taka vel í breytt skipulag og þjónustu. Þetta ekki sjálfsagt að við séum með þessa frábæru samheldni. Ég vil þakka aðstandendum, foreldrum, nemendum fyrir góða samvinnu og aðstoð og ég vil þakka samstarfsaðilum fyrir góða samvinnu og stuðning. Sömuleiðis vil ég þakka bæjarstjórninni sem hérna situr fyrir að hafa stutt vel við bakið á bæjarstjórnum í því að geta tekið þær ákvarðanir sem þarf að taka dagstæðlega. Og þetta auðvitað lykilatriði, það að verja viðkvæmustu einstaklingana og hvernig við gerum það held ég bara ansi vel skipulagt og við þurfum auðvitað öll að hjálpast að huga að andlegri og líkamlegri líðan og styðja hvort annað, en ekki með faðmlögum og knúsi, við finnum bara aðra leið til þess. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir, bæjarstjóri, sagði Freyr. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Það bæjarfulltrúi Ása Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða.
Mér langaði nú bara að þakka bæjarstjóra fyrir mjög ítarlega og góða yfirferð á hans störfum hvað varðar COVID-19 og þær aðgerðir sem við höfum farið í sem samfélag og ég veit það bara, maður hefur fylgst með og hann duglegur upplýsa okkur hér í bæjarstjórn og bæjaráði og aðra allt það sem á honum hefur dunið í þessum aðgerðum. Bæjaráð kom saman á fundi 13. mars síðastliðinn. Það var aukafundur í bæjaráði þar sem í rauninni var aðeins verið að fara yfir stöðuna. Þarna var nýliðinn blaðamannafundur ríkisstjórnar og almannavarna það að væri verið að setja samkomubann og þessum fundi sínum áréttaði bæjaráð að bæjarstjóri hafi fullt og óskoruðu umboð til að vinna að þessum málum sem hann hefur svo sannarlega verið að vinna að. Þetta eru auðvitað bara fordæmalausu tímar. Þetta eru ótrúlegar aðstæður og maður hefði ekki trúað þessu þó einhver hefði reynt að segja mann þetta fyrir ekkert svo ótrúlega mörgum vikum síðan að við stæðum í þessum sporum. En mér langaði bara að taka undir orð bæjarstjóra að saman getum við svo ótrúlega margt og það er gott að vita af samheldninni í þessu samfélagi. Mér langar líka að hrósa þeim sem sitja við borðið hjá sambandinu og í stjórn sambandsins og öðrum fyrir skjót vinnubrögð þar á bæ. Hvað varðar leiðbeiningar til okkar sem erum hjá sveitarfélögunum. Hvað varðar eins og til dæmis hugmyndir fasteignagjöld og annað slíkt. Ég fagna því líka að þessi sé að komin á borð okkar í bæjaráð á morgun hvað varðar gjöld einstaklinga sem hafa verið að borga fyrir frístund og mötuneyti og annað slíkt og tökum umræðan það þar á morgun. Og mér langaði líka að þakka öllum þeim sem hafa verið að starfa að þessum málum, auk bæjarstjóra. Það hafa margir komið að og já, bara takk öll sem er. Það er fulltrúi SLA Rafnadóttir yfir lokið máli sínu. Það er fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum fundaleið. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tek svo sannarlega undir orð formann bæjarráðs Elsu Rafnadóttur og orð bæjarstjórans Elvis Tráðssonar það sem að þau kom inn á í máli sínu. Og auðvitað langar manni að taka hvert og eitt og tala það en kannski svona það margt í orðum bæjarstjórans sem að maður vakinn og sofinn yfir og það ekki bara málefni sveitarfélagsins, þetta eru málefni hagkerfisins í heild, fyrirtækjanna í sveitarfélaginu okkar, íþróttahreyfingarinnar. Það búið ótrúlega fróðlegt að horfa til dæmis á þessa almannavarnafundi sem eru daglega klukkan 2. Hvað eru duglegir að taka ólíka aðila inn á borðinu sem að einhvern veginn snertir samfélagið heilt og mér fannst áhugavert að heyra forseta í sí. Nefna í rauninni áhrif á fjölskyldur, börn, íþróttahreyfingar og annað og við erum eftir að sjá hvernig það endar allt saman. En það sem ég sit nú í stjórn sambandsins þá erum við líka búin að vera í mikilli vinnu þar og má segja að starfsmenn þar, ég veit ekki hvað þeir hafa marga tíma í sólarhringnum, sérstaklega lögfræðideildin og velferðarsviðið þar. Að það eru ófáir póstarnir og fundirnir sem eru búin að eiga sér stað þar og ég bara tek undir þær þakkir þær óskir, hvað segir maður, tekur undir þær þakkir til þeirra og ég kem þeim áfram á fund sem ég á með þeim svo á föstudaginn. Þannig að kem því til skila frá bæjarstjórn og bæjarstjórninni. Það eitt sem að vakið svolítið yfir mér í þessum leiðbeiningum eða leiðbeiningu sambandsins og ég búin að ræða það við stjórnina
þessi mörk sem við erum að draga með hvað við greinum sem ferðaþjónustu, þeim fyrirtækjum sem að fá kannski fyrstu bjargirnar. Þetta er til skilgreining inn á Hagstofunni hvað er ferðaþjónusta, en þessi vágestur hefur svo ótrúlega víðtæk áhrif og það er ekkert endilega það að fyrirtæki eigi mikið undir í ferðaþjónustu. Af því að íbúar samfélagsins er líka þjónusta og ferðaþjónusta fyrir fyrirtækin í sveitarfélögunum. Má það bara nefna verslanir til dæmis hér í samfélaginu okkar. Þau eru náttúrulega ekki ferðaþjónustu fyrirtæki, en þau eru sannlega fyrirtæki sem stóla á það að við sem samfélag verslum við þau, en ef við erum að passa okkur að fara ekki út á meðal fólks út af veirunni, að þá náttúrulega fá þau ekki viðskipti. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu. Og þessi skilgreining kannski sambandsins sé kannski pínu of þröng. Og ég bara biðla til okkar sem sitjum hér að við skoðum þetta kannski í víðara samhengi. Og eins og hefur nefnt með kannski tilfærslu á fasteignagjöldum, gjöldum og fleiri. Og ég mun kannski prestir þetta kannski aðeins meira í bæran á morgun. En auðvitað er erfitt að taka línuna og segja sig hér ef að við viljum kannski bregðast öðru við sem samfélag. Mér finnst líka ótrúlega jákvætt að sambandið hefur verið opið fyrir því að duglegt að ná til samfélagsins alls á Íslandi að leita að góðum hugmyndum. Og ég veit það fyrir víst að það hafa ótrúlega margir verið að senda inn frábærar hugmyndir og það er það sem að gerir kannski þessa herferð sambandsins svona góða. Og mætti einhvern veginn nýta þennan samtakamátt í mörgum og fleiri aðgerðum sambandsins. Og ég held að það sé algjörlega orðasönnun sem að bæjarstjórinn nefnir hér. Ef ekki núna að sambandið hafi sannað tilvist sína og það að segja sig úr sambandi íslenskra sveitarfélaga hafi ekki verið kannski góður leikur. Af því að núna þurfum við á þeim að halda og í kjaraviðræðum líka sem að blandast inn í þetta og þetta er eitt kaos. Þannig að ég bara þakka fyrir það að við séum nú hluti af sambandinu í dag. Ég var nú búin að skrifa hjá mér að ég hef líka áhyggjur af eldra fólkinu og það er svo ótrúlega einfalt að einangrast í svona aðstæðum og sérstaklega eldra fólki sem er ekki með tæknina kannski upp á 100. Að maður kannski veigra sér sjálfur að fara að heimsækja fullorðna einstaklinga þó að sé kannski ekkert að manni. Og maður er ekki með neitt verkaskítið eða neitt. Þess vegna var ég alveg ótrúlega glöð og gladdi hjarta mitt mikið að heyra það að við ætlum að fara að leggja það á okkur, starfsmenn Kaupstaðarins, að hringja í fólkið okkar og leita þau uppi af því þau eru þarna örugglega mörg tím. Þannig að bara hjarta mitt stækkaði við þetta. Takk kærlega fyrir. Og það starfsfólk sem kom með þessar hugmyndir. Almannavarnar nefnd Vesturlands, hún sannar væntanlega líka sinn vettvang að vera samhæfður vettvangur núna á Vesturlandi. Og hafa verið ráðið þennan starfsmann í kannski 50% starf sem átti náttúrulega ekki að vera að sinna þessu eflaust. Hann er væntanlega búinn að komast sinna þessum verkefnum og nefndinni eflaust gríðarlega vel. Og ég held að það hefði verið gott skref hjá okkur að hafa farið þá leiðina og það á svona tímum þá sannast margt að við höfum takað góðar ákvarðanir í því. Annars bara að lokum, þá bara tekið undir þakkir allra. Þetta er samfélagsverkefni, þetta er ekki verkefni einnar eða tveggja manneskju eða stjórnsýslunnar, þetta er samfélagsverkefni og við erum öll að taka þátt. Þannig að þetta er mig. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að minnast á einn hóp sem að mér finnst kannski að við ættum aðeins að huga að því ég held að sé ákveðin hætta í kringum þann hóp. Það eru ungmennin okkar sem eru rétt undir 20. Þau hafa mjög sterka þörf fyrir að koma saman og ég veit til þess að það er hugur í þeim að reyna að þau náttúrulega reyna alla leiðir til þess að eiga einhverja svona samkomur þó þau kannski ætli sér kannski ekki að hafa þau fjölmennar, en við vitum að það getur oft farið illa því að ég veit til þess að það er ungmenni sem hafa hug á því að fara í sumarbústað saman og það er vitað í stórum hópi að þau verða. Þannig að ég ætla bara svona að koma því til kannski bæjarstjórans að hann komi inn í þessa umræðu og það sé sem sagt foreldrar ungmenna og aðstandendur sem að hafa yfir að ráða bústöðum að þau komi í veg fyrir það að ungmennin safni saman á þessum stöðum því það er alveg klárt mál að ef að stórhópur veit af þessu þá fer eftir alveg öruggt að þau verða fleiri en 20 á einhverjum tímapunkti í þá litlu húsnæði. Þannig að það bara koma þess að þetta hefur hvergi, þessi hópur í rauninni hefur eiginlega hvergi verið nefndur í þessari umræðu. Við tölum gamla fólki okkar, börnin okkar, en þessi hópur sé svona áhættu hópur fyrir dreif. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, bæjarfulltrúi, óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Ég vil kannski byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir kærlega fyrir góða yfirferð. Það er mikil vinna búin að fara fram og þetta eru mjög skrýtnir tímar og bara það að ég sit heima hjá mér í stofunni og tek þátt í bæjarstjórnarfundi segir svolítið mikið líka um það og við stöndum öll svolítið frammi fyrir skrýtnum tímum. Ég held að sá kverkaskítur sem er að hrjá mig í dag hefði ekki stoppað mig fyrir 3 vikum síðan að mæta á bæjarstjórnarfund en geri það klárlega núna þó að það sé í sjálfu sér ekkert sem bendir enda til þess að ég sé smituð af COVID en þá bara tekur maður enga sénsa að smita út í samfélagið af því að það eru mikið af viðkvæmum hópum þarna úti. Ég vil taka undir með bæjarstjóra varðandi starfsmenn bæjarins og fumlaus og mjög fagleg vinnubrögð þar sem ég var til að mynda vitna að í starfi skóla- og frístundaráðs þar sem var í rauninni alveg ótrúlegt að fylgjast með hversu hratt og í rauninni hvað mikið greinilega var búið að vinna áður af undirbúningsvinnu og að viðbragðsáætlanir voru í rauninni mikið til tilbúnar og ótrúlegt hvað menn gátu í rauninni hratt brugðist við að breyta algjörlega öllu skólastarfi í bæjarfélaginu og með mikilli yfirvegun. En þetta er þannig að það er gríðarlegt efnahagslegt áfall í öllu samfélaginu
og ég tek undir með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur varðandi það að við þurfum auðvitað að passa okkur mjög á því hvernig við drögum línur í svona árferði og það þarf að hugsa það vel. Þannig að við skiljum ekki eftir einhverja hópa sem að í rauninni þá fara illa út úr hlutunum og ekki er aftur snúið. Þannig að við þurfum að fara vel yfir það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessu fundarlið. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þar sem áhlýða. Mér langar bara að þakka fyrir umræðinu þetta. Þetta er merkilegt að lifa einhvern veginn á svona pestartíma. Stærsta pest síðan 2018. Allavega á heimsvísu. 1920. Akkurat. Afsakið. Ég ætla að þakka bæjarstjóra fyrir sína yfir þær. Hún var mjög ítarleg og góð og fór vel yfir málin. Mér langar bara svona að hafa stutt. Mér langar sérstaklega að þakka starfsmönnum á velferðar- og mannréttindasviði fyrir þeirra vinnu og skipulag og að vera mjög traustvekjandi að fylgjast með hvernig menn hafa neglt niður verkefnin og skipt upp í hópa og eru einmitt að finna lausnir og nýstárlegar lausnir í þjónustu og þessu slíku. Þannig ég hef líka kannski benda á að viðbragðsáætlun velferðar- og mannréttindasviðs Akraneskautsstaðar vegna heimsfaraldurs inflúensu reyndar. Það var kynnt á fundi velferðar- og mannréttindasviðs ráðs, 18. mars og er sem sagt aðgengileg á vef Akraneskautsstaðar sem maður geta kynnt sér viðbragðsáætlunina og séð skref. Þetta er dálítið mikilvægt plagg í sem sagt þeim áætlunum sem í gangi innan þess sviðs. Það er ágætt að kannski vera búin að kynna sér það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Og ég ætla aðeins að koma inn í þetta, ekki að hafa svo mörg orð, en þakka bæjarstjóra fyrir þessa góðu og ítarlegu yfirferð yfir málin og þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa talað og lagt til málana. En mér langaði bara svona að minnast á í framhaldi í rauninni af því sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði að við þurfum að huga að unga fólkinu okkar, að eitt af því sem að við þurfum í rauninni að fylgjast með núna og í framhaldinu til dæmis brottfall ungs fólks úr námi. Að þegar að daglega rútínan fer, mætingin í skólana og þetta daglega utanumhald, það svona losnar það að þá er hættið því að hættan á brottfalli ungs fólks úr námi aukist og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa mjög vakandi auga yfir og reyna að grípa ungmennin okkar og hjálpa þeim áfram. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls til þessum fundarlið? Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að taka undir með þeim sem hér hafa átt að tala í rauninni þakklæti bara til bæjarstjóra og starfsmanna Akraneskautsstaðar fyrir hér hefur verið nefnt fumlaus vinnubrögð og eiginlega bara frábært skipun. Maður upplifir einhvern veginn að ég hugsa fyrir öllum og þannig að maður hefur svona góða tilfinningu fyrir að við höfum stjórn á aðstæðum. Ég vil kannski líka hrósa bara íslensku þjóðinni því að maður er einhvern veginn alltaf verið með þá ímynd á íslensku þjóðinni að það var annað hver maður með ADHD og við værum ekki góðir því að fara eftir reglum eða skipulag.
en mann sýnist nú að við göngum svo sem nánast öll í eintakti og það er ánægilegt til þess að vita og við erum með plan og það plan virðist vera að ganga eftir og þó að við þurfum að gera einhverjar breytingar á því plani þá gerist það án upprópana og það meira sér þannig að pólitíkin búin að koma sér saman að vera ekki með yfirboð eða einhverja verulegar úttöl og menn séu ekki gagnrýnislausir í hugsun. Ég deili áhyggjum af unga fólkinu og það er alltaf hætta á því að þau sigla aðeins undir radarnum og mann bara sjálfur þegar maður var ungur og að hafa mikla þörf fyrir að umgangast annað fólk og það þarf örugglega að hjálpa þeim á þessum tíma og þau þurfa væntanlega góða leiðbeiningu með að vera þessi samkomubönn eða passa upp á að hóparnir verði einhver stóri. Það er líka athyglisvert þegar maður horfir á þetta því ég er nú vinnu í heilbrigðisþjónustu að það er allir boðnir og búnir í því að verja þessa viðkvæmustu hópa og það er aðgerðir sem hafa verið á vegum heilbrigðisráðherra sýnist mér vera bara mjög góð. Það er tekið fast á hlutum þó að við séum með plan þá erum við ekki í rauninni að loka öllu. Það hefur verið gaman að fylgjast með til dæmis í minni grein í rekstri á apótekum að tala sig saman og þrátt fyrir að sé samkeppni í þessum geira þá stefna allir í sömu átt og ég held að þetta sé kannski næst því sem við höfum komist að hafa einhvern hera á Íslandi. Þannig að kannski eftir á að hyggja getum við bara verið vel skipulögð ef við viljum. Ég held að við eigum að vera ófeimin við að hrósa þeim sem að standa í brúnni og gera vel og jafnframt að hvetja hvert annað til að fylgja öllum reglum og því sem við erum beðin að gera og við það sem er mikilvægt fyrir framhaldið. Þetta er ekki búið. Við erum að fara ábyrglega stað og vel að stað og það er kannski eftir að koma einhverja kursur en við mætum þeim að æðruleysi og hugsum áfram megin. Fulltrúi Adolfsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að tala til máls. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil taka undir öll þessu orð sem við höfum hér núna og bara taka undir með að við höfum að hugsa vel gamla fólki okkar, unga fólki, halda vel utan og svo vil ég hópa sem kannski að minnast á sem heilbrigðisstarfsfólk sem í erfninni sem er í að hugsa okkur sem kannski hvað að segja, mesta hættu og bara hugsa vel á það og hugsa fíla til þess að við höfum bara taka þeim til að standa í 5 mánuði og eins og hefur við nefnt til starfsmönnum Akureyrarskaupstaðar og þeirra sem að vegfæra sig þeirra þátt í söndurinn. Takk fyrir. Fulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að lengja umræðuna eitthvað, þá átti ég nú samtal við bæjarstjóra hvort það væri síðustu viku líklega frekar þessari, þetta rennur allt sama, langar vinnuvikur, að við ættum að vera duglega að halda utanum allan kostnað sem hlýst af þessari veiru og allt sem kemur nær í henni og ég bað bæjarstjóranum að kasta því inn í kosmosi hjá bæjarstjóra grúppunni sem hann er í og
Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægar upplýsingar fyrir bæði sambandið og okkur sem lifum og hræðumst í þessu að við náum svolítið svona utan það þegar allt yfir staðið. Hvað rauninni samfélagslegu kostnaður var mikill við svona fár. Þetta bara að koma því svona af og vona bæjarstjóri að fyllt erindið eftir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Rakel Jónsdóttir, það bæjarstjórinn Sævar Freyr Björnsson. Já, ég ætlaði bara að staðfesta það bæjarfulltrúa Rakel Jónsdóttir að við var að sjálfsögðu fyllt vel eftir og svo erum við hér hjá fjármálastjóri kaupstaðarins að undirbúa hvernig við ætlum að halda nákvæmlega utan þetta þannig að við getum einmitt fengið yfirsýn yfir það. Hvað þessi óvelkomna veira að fara að kosta okkur eftir allt saman þegar við förum að horfa í baksýnisspegilinn síðan. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Fleiri sem óska eftir að hafa þetta máls. Svo ekki og það ekkert í þessum fundarlið sem svo sem til einhverjar afgreiðslu. Þetta var bara tekið hér inn til kynningar og umræðu. Þannig að öðrum fundarlið þá lokið og við förum í þriðja fundarlið sem skýrsla bæjarstjóra. Við hefur málsnúmerið 20.01.229 og Sævar Freyr búinn að fara yfir örugglega ansi stór atriði í störfum sínum síðasta mánuðinn en fer nú yfir helstu atriði frá 27. febrúar síðastliðinn. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég flyt eins og forseti fór yfir skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 27. febrúar til 24. mars og fyrir utan þau verkefni sem ég minntist á hér í fyrri lið, þá langar mig að byrja á að minnast á það sem í gangi hjá okkur í skipulags- og umhverfissviði. Það eru ýmsar framkvæmdir sem eru í gangi og eru í vinnslu. Við viljum byrja á að minnast á það að við erum svona að reikna með því að geta gengið frá lokafrágangi seinni part aprílmánaðar á Esjubrautinni. Þá munum við opna hana á ný þegar henni var lokað eins og ég fór yfir fyrir 5 vikum síðan. Það fyrir ekki að opna á hana sem malarvegi þéttbýli og svo erum við sömuleiðis að undirbúa útboð á framkvæmdum vegna gatnagerðarviðhalds við Garðagrund, Suðurgötu og Krókatún sem eiga að opna 2. apríl. Og svo í útboði framkvæmdir vegna nýrra gangstétta í Skógarhverfi sem verður opnað 2. apríl sömuleiðis. Útboðsgögn eru klár vegna Flóahverfis sem verður boðið út núna í mars og þar ætla Veitur að koma upp starfsstöðum sína í Lækjaflóa 1 og 3 með því að sameina þær lóðir. Og svo erum við að huga að framkvæmdum í Asparskógum og gera klárt fyrir fjölbýlishúsa lóðu norðanmegin við götuna. Og svo loksins að sjá fram á það að útboð fari í gang á Faxabraut. Það stóð til að það yrði jafnvel gert í desembermánuði en nú stefnum við að það náist bara í þessu mánuði eftir allt saman. Þannig að við erum að pressa á að það verði og það verði byrja þá að klára grjótvörðina og götuna sjálfa á árinu 2021. En grjótvörðin verði þá kláruð núna að stærstum hluta 2020. Reiðhóllinn hefur síðan verið boðin út, það sé að hluta fyrir burðarramma og klæðningu hans. Útboð verður opnað 7. apríl fyrir þann hluta. Og svo búið að bjóða út arkitektavinnu vegna leikskóla. Þar var batteríið og landslag sem munu vera með verkin í því. Á síðari stöðum verður verkfræðihluti verksins boðin út. Og svo búið að bjóða út landslagshönnun vegna endurgerðar skólalóða við Brekkubæjarskóla og Grundaskóla. Og þar verður landslag með verki. Og það reiknað með nú að uppbyggingu fimleikahús klárist í júnímánuði 2020. Þannig að kannski megum við bara að nota íþróttamannvirkin okkar þá þegar það verður tilbúið.
Þannig að ef að þessi veira verður farin, en það er verið að vinna útboðsgögn vegna frágangs í þekjunni, staðan er núna. Og svo er verið að vinna eins og við getum séð ágætlega hér út gluggann frá þessum bæjarþingsal, þjónustumiðstöð á hendi Bestla fyrir húsnæði, fyrir aldraðir og ýmislegt starf sem að verður á vegum kaupstaðarins. Þetta er orðið ríflega fókælt bygging í dag. Það er verið að vinna útboðsgögn til þess að klára verkið og reikna með að verkið verði boðið út í aprílmánuði. En það er svona ákveðnir verkþættir eftir sem að snúa að samtali við FEPAN sem hefur reynst vera erfitt vegna þess að það er nánast búið að loka samfélaginu fyrir fundum. Þannig að það er svona næsta verkefni áður en að þetta getur klárast. Og svo hvað var þar, eru ennþá umræður við veitu varðandi viðauka við fráveitu. Það hefur verið reynst erfitt að klára endanlega samninga þar. Við erum að þrýsta á að svona leysa það sem er út af stendur með veitum. Og það stendur ekki á starfsmönnum kaupstaðarins í þessu máli, svo ég taki það sérstaklega fram. Það eru komin á sömuleiðis drög að samningi við Festi vegna færslu N1 norðanmegin við Hausthúsatorg og svo er búið að staðfesta í B-deild skipulag við Skógarhverfi 4, þar segja 5 fjölbýlishúsalóðir, Skógarhverfi 3B, þar segja skólalóðina auk atvinnuhúsnæðis við Smiðjuvelli. Og svo erum við að fara í vinnu við þetta skipulag við Skógarhverfi 3A, vegna par og rafhúsa, endurskoða deiliskipulag við Garðagrund, gera hverfaskipulag við Skógarhverfi 5 og Skógarhverfi 3C sem kemur í framhaldi af Skógarhverfi 3A og samhliða verið aðalskipulagið breytt. En þetta verkefni þekkja bæjarfulltrúar mjög vel og þarf ég ekki að ræða eitthvað sérstaklega það. Nýtt deiliskipulag tjaldsvæðis er í auglýsingu og svo er endurskoðun aðalskipulags enn fremur að fara á stað að nýju og stefna því að því verði lokið áramót. Svo eru margar minniháttar breytingar á skipulögum sem er yfirleitt kláraðar með grenndarkynningu í gangi. Svo er verið að undirbúa úthlutun lóða við Suðurgötu og fjölbýlishúsalóða við Aspaskóga 1, 3 og 5. Og verður samtalið tekið hvenær á að tímasetja þetta, hvort að það sé einhver ástæða til þess að yngra með það í ljósi ástandsins sem að núna er í gangi í samfélaginu eða hvort við höfum bara keyra á þetta verkefni eins og var planað. Hvað annað varðar í skipulags- og umhverfismálum þá er verið að skoða gatnagerðargjaldskrána og þá sérstaklega það snýr að Langasandsreitnum vegna kostnaðar við niðurrif Semensverksmiðjunnar og þetta er svona verkefni sem er búið að eru komnar góðar hugmyndir fyrir að kalla á núna dýpri umræðu í meðal bæjarfulltrúa. Svo er verið að skoða úthlutunarreglur á lóðum með tilliti til þess að hægt sé að fylgja betur eftir að þær byggist upp. Hvað húsnæðismál varðar þá er búið að vera mjög fyrirferðarmikið hjá bæjarstjóra, ansi margir fundir með húsnæðis- og mannvirkjastofnunum síðustu vikurnar og ég með það verkefni til kynningar í bæjarráði á morgun í meiri dítil, en svona í stórum dráttum ef af þessum verkefnum verður þá getur það þýtt alltaf 3,7 milljarða uppbyggingu á húsnæði hér á Akranesi. Og svona útgangspunkturinn gengur út á það að stuðla að atvinnuuppbyggingu og uppbyggingu þá helst í nærsamfélaginu en auðvitað þarf að uppfylla ákveðnar útboðsreglur hvað það varðar. En þetta er bæði húsnæði fyrir almennan leigumarkað, húsnæði sem að mun kalla á samstarf við einkaaðila og sömuleiðis samstarf uppbyggingu fyrir aldraða, fyrir fatlaða og fyrir tekjulága hópinn. Þannig að það eru ýmsar útfærslur á þessu og hér er bæjarstjóri einfaldlega að fylgja eftir öllum þeim aðgerðum sem hafa verið
samþykktar þegar í húsnæðisáætlun. Þannig að það ekkert verið að fara út af sporinu, heldur bara verið að vinna eftir nákvæmlega þeim aðgerðum sem að þar var samþykkt, en þessi uppbygging komi hún inn á þessum afar sérstöku tímum, þið mjög þakklátt held ég inn í samfélagi til atvinnuuppbyggingar. Og svo hvað var það atvinnu- og ferðamál, þá erum við búin að vera að halda áfram með verkefni sem að við höfum verið í samstarfi með Brim og fengum KPMG til liðs við okkur í samstarfi það hvernig við eigum að efla ýmsa atvinnusköpun og atvinnuþróun. Á íbúafundi sem að haldinn var í janúar kynntum við svona highlights í þeirri vinnu. Það sneri að heilsuþorpi, silfurþorpi, sjávarþorpi og svo svona meira þessi snýr að hátækni og þorpin eins og við köllum þetta. Við erum búin að vera að vinna þetta áfram, búin að eiga samtöl við yfir nálægt 20 aðila í atvinnulífinu sem til þess að hafa áhrif á þetta og sömuleiðis skóla og svona einkasamtöl sem hafa gefið okkur mikið. Brim búin að setja gríðarlegan kraft í þetta verkefni. Við erum með 2 starfsmenn sem eru í verkefninu, einn sem gerir ekkert annað en að huga að atvinnuþróun og atvinnusköpun á Akranesi. Þannig að effort þeirra er einstaklega mikið og verði ég bara að segja að ég, bæjarstjórinn, nánast farin að vera dragbíturinn á verkefninu því að það svo mikið sem gerist núna á hverjum degi orðið í verkefninu að ég næ varla að sinna öllu sem að þar að gerast. En það líka gott. Þannig viljum við að hlutinir gerist, þannig að það sé drifkrafturinn komi utanfrá og viljum til þess að hér verði þróun og sköpun. Við kynntum svona grófa hugmynd að því hvernig við erum að taka þetta verkefni áfram með í skipulags- og umhverfisráði í gær og við erum ekki komin á neitt svona ákvörðunartökupunkt en mér fannst mikilvægt að minnsta kosti að þau voru upplýst stöðuna en bæjarráð hefur gefið bæjarstjóra ansi gott svigrúm í að vinna þessu verkefni áfram en fannst samt mikilvægt að hafa skipulags- og umhverfisráð með líka í útfærslunum sem núna verið að ræða. En það eru einhverjar vikur í það að hér séu fara að koma með eitthvað sem að hægt að segja að sé afraksturinn af verkefninu til samþykktar fyrir bæjarstjórn eða bæjarráð. Þetta svona það sem að helsta sem snýr að atvinnu og ferðamálum. Mig langar aðeins að minnast á það líka að það auðvitað búið að vera heilmikil vinna hjá þróunarfélagi Grundartanga. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson á þar allan heiðurskilja vera að keyra þau verkefni áfram. Bæjarstjóri kemur meira að því að vera stóðu stytta í að hlusta á hugmyndir og ræða næstu skref. En þar heilmikið í gangi líka sem að vonandi mun skila góðum afrakstri til framtíðar. Sömuleiðis vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á frumvarpi sem að núna komi frá nýsköpunarráðherra okkar. þar sem að hún að huga að Kríu sem að, eins og það heitir, sem að fjárfestingarsjóður ríkisins til að stuðla að nýsköpun. Það gæti verið ef við erum nægilega vel undirbúin og nægilega klók að þar getur legið tækifæri fyrir okkur að tengja okkur inn í verkefni þar og erum við að skoða meðal annars í samstarfi við KPMG hvernig við eigum að ná utan það verkefni. Hvað varðar skóla- og frístundamál, þá var lokahátíð upplesturarkeppni grunnskólana sem fór fram þann 11. mars í Tónbergi og árlega þessi keppni haldin og skipar þar hóp nemenda 12 nemendur úr 7. bekk í Brekkubæjarskóla og Grundaskóla. Þau lásu þar upp texta í bundnu og óbundnu máli fyrir þéttsettum sal af vinum og ættingum.
Ég fékk nú þann heiður að ávarpa þessa samkomu eftir að þau voru búin að tala og var svo mikið að þegar ég var að tala, ég var hálf klökkur þegar ég kláraði ræðu mína, mér fannst það standa sig svo vel. Ekkert hálf klökkur, ég var bara klökkur. Og Brekkubæjarskóli er það sem kallað er e-twinning skóli til næstu 2 ára ásamt 9 skólum hérlendis. En titillinn er viðurkenning á öflugu og góðu evrópsku samstarfi í gegnum þátttöku í slíkum verkefnum. Og nemendur úr tónlistavali héldu glæsilega uppskerutónleika í Tónbergi þann 5. mars og Sverrir Bergmann og Halldór Fjallabróðir Pálsson voru sérstakir gestir og spiluðu og sungu með krökkunum. Svo var þriðjudagskvöld 25. mars haldinn stofnfundur svæðissamtaka foreldra grunnskólabarna og í Hvalfjarðarsveit og í grunnskólabarna á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit í sal Brekkubæjarskóla. Samtökin hafa fengið vinnuheitið AKHVA eða AKHVA, ef ég á að svona lesa þetta bara, foreldrasamtökin. Tilgangur með stofnun samtakana er að búa til vettvang fyrir foreldrasamtala á svæðinu, búa til öflugt tengslanet foreldra, bæði innan skólanna 3 en ekki síður að brúa bilið milli þeirra. Helstu verkefni samtakanna er að styðja við og efla enn frekar það foreldrastarf sem er enn til staðar. Og einnig munu samtökin standa fyrir ýmiss konar fræðslu fyrir foreldra menntun og eineltismál og fleira. Svo var læsistefna leikskóla Akraneskaupstaðar nýverið samþykkt og vinna við læsistefna fór í gang 2017 og er loksins búið að klára hana. En þar hafa aðstoðar og sérkennslustjórar leikskólana haldið utan verkefnið með stuðning frá ýmsum aðilum og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir Guðrúnu Bragadóttur, Vilborgu Valgeirsdóttur, Ingunni Sveinsdóttur og Írisi Sigurðardóttur. En læsistefnan er einföld í notkun og hefur að gefa miklar upplýsingar og er uppsetning hennar einstaklega bara falleg. Hér er á ferðinni mjög fagleg og metnaðarfull læsistefna og við óskum leikskólum og verkefnastjórum til hamingju með læsistefna sem og íbúum Akraneskaupstaðar. Eins og áður þá er vinna við fer yfir í svona stjórnsýslu og fjármálasvið, þá er vinna við ársreikning Akraneskaupstaðar í fullum gangi, eins og þetta tímabil gefur til kynna. Þetta er svona sísoni fyrir það og er mjög umfangsmikið. Rátt fyrir uppbrot á starfseminni og þó að það kalli á fólk sé starfandi að hluta til heima hjá sér, sem er auðvitað ákveðin áskorun í því verklagi, þá er þetta verður ekki gefið eftir í að klára þetta á þeim tíma sem það þarf að klára það. Og mikill undirbúningur hefur átt sér stað vegna fyrirhugaðs verkfalls sem átti að hefjast á miðnætti 9. mars hjá Samhengi. Við vorum búin að leggja mikið á okkur í að undirbúa það hvernig við áttum að takast á við það og halda marga vinnufundi. Og svo bara var þetta verkfalli og allir voru voðaglaðir. Og tala nú ekki að þegar við fórum að fást við COVID og í þetta ástand á sama tíma. En þannig að við erum að einhverju leyti laus við það sem að önnur bæjarfélög eru enn að glíma við sem eru ekki búin að ná samningu við Eflingu. Og þetta er bara afar ánægjulegt og nú er atkvæðagreiðsla búin að fara fram og var þetta samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. Og líkt og hefur komið fram þá er mikið samstarf núna og samvinna við milli Akraneskaupstaðar og Capacent. Við erum stjórnendur núna búin að fara í persónuleg viðtöl þar sem við erum að huga að umbótavinnu í rekstri og innra vinnulagi í stjórnsýslu hjá okkur. Þetta fer bara vel á stað, við myndist á og sömuleiðis erum við farin að fá innkomin erindi frá bæjarbúum hvað við getum gert í okkar þjónustu og lagað hana og með ýmsum hætti og sömuleiðis erum við að vinna að verður könnun lögð meðal starfsmanna og svo þessi könnun sem ég búin að minnast á meðal bæjarbúa. Í menningar- og safnamálum vil ég minnast á að við fengum það frábæru tíðindi bara í gær. Við fengum 5,1 milljón frá safnasjóði sem skiptist
þannig að 2,3 milljónir eru í styrk áætlaðar fyrir skipulagða safnafræðslu, 1,5 milljónir í skráningu safngripa í sarp og 1,3 fyrir bætta varðveislu. Og svo erum við enn að vinna eftir því að grunnsýningin muni opna miðjan maímánuð. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr fyrir ítarlega og góða skýrslu yfir þín störf og orðið laust skýrslu bæjarstjóra. Það er eitt sem kveður sér ljós, það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð. Ég ætla jafnframt að benda honum á það að hann gerir eitthvað lítið sínum hluti í sem snýr að þróunarfélaginu og hann á ekki að tala sitt framlag þar niður því að hann hefur verið vakinn og sofinn yfir þessu verkefni bara svo því sé haldið til það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Það eru fleiri sem að vilja ræða skýrslu bæjarstjóra, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, fyrir að þakka Sævari Freyr bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð eins og ávallt í hans fundarliðum hér og virkilega gott fyrir okkur í bæjarstjórninni að hlusta á þetta reglulega, það sem er farið yfir svona hans helsta starfssvið. Mér langaði aðeins kannski að fara ofan í örfá erindi. Hún nefndir bæjarstjóri Faxabraut, virkilega ánægjulegt og ég vil kannski beina því samt sem áður til skipulags- og umhverfissviðsins eða ráðsins að það þarf samt sem áður að fara í bráðabirgðalagfæringu og þau sem hafa verið duglegir að fara í göngutúra sem ég veit eru ansi margir hér á Akranesi og labba Faxabrautina. Hún er bara, göngustígurinn er orðinn stórhættulegur. Það eru komin bara djúp sár í steypuna og sérstaklega eins og þetta búið að vera núna þar sem er svona snjór yfir öllu, að þá er þetta bara orðið hættulegt og beinir því kannski bara með tilmælum til sviðsins eða ráðsins að kannski fara í einhverjum konar bráðabirgðar lagfæringar þar áður en að einhver slys verður. Við hefur líka rætt og ég hef kallað eftir því að það komi hér mánaðarskýrsla með fimleikahúsinu og að koma því góða verklagi á þegar við erum í svona framkvæmdum, stórframkvæmdum eins og fimleikahúsinu, eins og var gert með frístundamiðstöðina. Það kannski hefur ekki verið hægt að verða við þessu vegna kannski manneklu, en ég beini því þá kannski bara til bæjarstjóra og formann skipulags- og umhverfis ráðsins að ýta við þessu máli, hvort það sé ekki hægt að halda okkur hér sem sitjum í bæjarstjórn betur upplýstri svona stöðu mála. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt. Svo við verðum nú ekki eins og gaurinn í atriðinu á Þorrablótinu og hann vissi ekki hvort hann lifði af að sjá fimleikahúsið. Þá er það held ég mjög gott. Virkilega ánægjulegt að Brim sé að koma inn með svona ótrúlega miklum krafti og það er alveg rétt eins og bæjarstjóri segir að það er alltaf best þegar að frumkvæði og drifkrafturinn kemur frá græsrótinni og atvinnulífinu, þannig að mér finnst það frábært og ég er alveg viss að bæjarstjóri líka selt þessa hugmynd svona rosalega vel að hann hefur ýtt verulega á bensínknappinn þegar hann hefur fengið þá í lið með sér, þannig að þetta bara koma því áleiðis og tek undir með bæjarstjóra með styrkinn til safnsins úr safnarsjóði. Þetta er alveg frábært og það er vist að færa líka forstöðumanni safna sviðsins hennar þátt í örugglega þessari umsókn. Þannig að bara takk fyrir það. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu.
fleiri sem óska eftir að ræða skýrslu bæjarstjóra. Það er bæjarstjóri Sævar Freyr, gjörðu vel. Já, ég ætlaði bara að skjóta því inn hérna því að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir minntist á þátt Ellu Maríu sem einmitt sótti þessa styrki og alla þakkir skildar fyrir það að hún sótti 3 styrki og fékk þá alla. Það er bara, það er ekki verra að bara fá já við öllu sem hún biður sko. Takk fyrir þetta. Fleiri sem óska eftir að ræða skýrslu bæjarstjóra. Svo er ekki og hún þar með lögð fram. 4. mál á dagskrá. Málsnúmerið 20.03.185 og þetta hefur heitið blóðskilun heilbrigðisþjónusta í heimabyggð. En velferðar- og mannréttindaráð óskar eftir að bæjarstjórn Akraness beiti sér fyrir því að heilbrigðisyfirvöld byggi upp bætta heilbrigðisþjónustu á Akranesi með uppsetningu á blóðskilunavél á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Og tillaga að bókun bæjarstjórnar er inn á fundargátt þar sem að bæjarfulltrúar geta rennt yfir hana og kynnt sér hana. En að öðru leyti að þá er orðið laust þetta mál. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlýða. Ég vil bara lýsa ánægju minni með að þetta mál sé komið hér inn á bæjarstjórnarfund og til þetta mikið svona hagsmunamál fyrir þá einstaklinga sem að þurfa að fá þjónustu eða meðferð sem þessa. Við höfum hér mjög öfluga heilbrigðisstofnun sem hefur verið að taka við verkefnum eins og til dæmis nýja verkefni sem hefur verið undirbúin sem er viðskiptaaðgerðir sem eru til hagsbóta. Og ég veit að stofnunin er í stakk búin til að sinna þessu verkefni líka. Ef þetta tækist þá myndi þetta skipta þessa einstaklinga sem þurfa þessari þjónustu meðferð gríðarlega miklu máli og ég vona svo sannarlega að við náum þessu. Þannig ég bara styð þetta mál heils hugar. Það er bara það sem ég vil segja. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er sammála bæjarfulltrúnum Elsu Láru að við erum komið þetta hérna inn og ekki veitir af. Þetta er mál sem á orðið svona nokkra sögu. Við áttum við þetta á síðasta kjörtímabili að þá kom þetta fyrst inn á borð hér og við vorum í sjálfu sér ekki á þeim fyrst tímapunkti tilbúin þess að það kom óskum að við tækjum þátt í ferðakostnaði þeirra einstaklingar sem að voru að fara suður og við reyndum mikið þá að ýta við því að það yrði komin upp þessi aðstæða hér á sjúkrahúsinu en okkur var sagt þá að það væri í rauninni ekki hægt því þetta væri það mikið mál og krefðist sérþekkingar en svo hefur bara komið í ljós að það var sett upp svona vel á Selfossi þannig að þeir einstaklingar sem að búa á Suðurlandi hafa þá tök á því að fara þangað í skiljum og ein af þeim ástæðum sem var bent á þá var byggðin Felliseið væri svo oft ófær að það var ekki á það treystandi að fólk kæmist þegar það þyrfti að koma því að fólk að fara þarna 2-3 í viku. Við þurfum nú ekki annað en að horfa bara aðeins aftur í tíman þennan veturinn að
Við höfum nú verið svona tiltölulega heppin síðustu ár, ég held að svona síðustu 10 ár að þá fyrir þennan vetur að þá hafi nú ekki verið margir dagar sem var lokað Kjalarnesið en ég held að við allavega verið lokað í vetur oftar heldur en það hefur verið síðustu 10 ár. Þannig að við höfum alveg sömu rök hér að það verði komið upp svona vel hér fyrir þá einstaklinga sem að þurfa á því að halda því að þetta ákveðið réttindamál að fólk fái og hafi tök á því að búa áfram á þeim svæðum sem það býr á þó að það fái svona sjúkdóm. Og það alveg með ólíkindum að það hafi í rauninni komið þannig inn til okkar þessi erindi að þetta heilbrigðismál og það ríkið sem á að kosta þann flutning sem og kostnaði hans sem þessir einstaklingar þurfa að leggja út en við vorum svo óheppin að við byggum í meira en 30 km fjarlægð frá Reykjavík þannig að þau höfðu ekki tök á að taka leigubíl upp á sjúkrahús í Reykjavík en þau fengu þeim að boðið ef ég man rétt að það borgað sem svaraði gjald í almenningskerfinu en þessir einstaklingar hafa í rauninni ekki möguleika á að nýta sér það. Þannig ég fagna þessu líka að við skulum ýta við þessu máli sem mikið réttlætismál fyrir þá einstaklingar sem þurfa að halda og við vitum í rauninni aldrei hverjir og hvenær einstaklingar lenda í því að þurfa að treysta á svona tæki. Þannig að þetta gott mál. Við vonum bara að þetta komist í gegn núna. Þannig að þessir einstaklingar þurfa ekki að taka á sig þessi ferðalög. Það alveg nóga verkefni að vera með þennan sjúkdóm. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, takk herra forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál var nú inn á borðinu mínu á síðasta kjörtímabili sem formanns bæjarráðs og við tókum fleiri en einn snúning á þessu máli. Þannig ég fagna því að þetta sé komið enn á ný inn á okkar borð og við ákveðum í rauninni þá að senda nótu á heilbrigðisráðherra. En kannski það sem þetta strandaði helst á síðasta kjörtímabili, það var kannski ekki endilega það skorti vilja til að fara í máli. Það var í rauninni kannski sú staða að við vorum ekki með nægilega margar sjúklinga til þess að við gætum réttlætt fjárveitinguna inn á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Þar lá í rauninni kannski svona hnútur sem við gátum aldrei leyst. Hitt eins og Einar hefur réttilega bent hér á að reglurnar þá aksturspeninga sem voru í boði voru náttúrulega smánarlega. Það var ekkert að bjóða nokkrum mann upp á það að þú ert í rauninni ekki aðstöðu til að keyra bíl. Þarft að hafa aðstandanda með þér og þó það væri nokkrir þá var reyna að koma sér saman og fara saman suður. Þá var það bara meira átt mál gagnvart blóðskiludeildinni fyrir suður. Þannig að við reyndum að ráða úr þessu máli. Það gekk nú ekki vel, sem að segja það bara reyndum. Og ég vona að við höfum allavega núna og séum við búin að hafa samband við Heilbrigðisstofnun Vesturlands, hvort að þau á heilbrigðisstofnunni eru tilbúin að taka verkefni að sér. Það mjög mikilvægt. Og við höfum alveg fengið í gegn hluti með að sýna staðfestu og ég held að við munum gera það eins og mál.
Bæjarfulltrúi Ólafur Ragnarsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Bæjarstjóri Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, ég langaði kannski bara að byrja að koma inn á þennan punkt sem að bæjarfulltrúi Ólafur Ragnarsson kom inn á í sínu máli sem að nýra Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Ég átti samtal til að byrja með talsmönnum þeirra sem eru að sækja þessa þjónustu sem að fóru yfir stöðuna bara eins og hún á þessum einstaklingum sem þurfa að sækja hana í dag til Reykjavíkur. Ég fengi sömuleiðis aðgengi að gögnum þar sem að læknar sem að sinna þessum aðilum á Landspítalanum eru að styðja við það að þessi þjónusta verði veitt á Akranesi og sömuleiðis hef ég átt samtal við forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands þar sem að farið yfir allar þær hindranir sem að eru í veginum og í bréfi sem að fylgir þessu máli inn í fundargáttinni. Þar verið að útlista þessa 4 þætti sem að þarf að huga að sérstaklega. Það sem sagt í fyrsta lagi þá það vélakostur og samkvæmt þeim upplýsingum sem að ég hef náð að afla þá þessi tækjakostur til staðar í landinu. Bara spurningum að hvar hann á að vera staðsettur. Svo það númer 2, þá það húsnæðisaðstaðan og eins og staðan akkúrat í augnablikinu hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands og þá húsnæðið ekki til staðar en það væri hægt að leysa það til dæmis með þeim hætti að sú starfsemi sem að helst vera skrifstofu aðstaða hún fari í rauninni úr húsi hjá sjúkrahúsinu og verði staðsett í öðru húsnæði með sambærilegum hætti og Landspítali hefur flutt alla skrifstofu aðstöðu sína úr Landspítalanum og þá eingöngu verið að sinna á þjónustu sem tilheyrir spítalanum innan spítalans og það eru ýmsar hugmyndir það hvernig væri hægt að nálgast þetta verkefni og ég tel ef að HFF fær það verkefni frá ráðherra og með þær hugmyndir upp á borðið þá snýst það það sem tilgreint líka sem reyndar 4. liður sem fjármagnið. Þarf að vera til staðar til þess að leysa þá húsnæðismálin og sömuleiðis þarf að þjálfa starfsfólk. Það sem það ekki endilega flókið mál að þjálfa starfsfólkið en það hins vegar kallar þjónustuna á það að einstaklingarnir sem að veita þjónustuna, þeir þurfa að vera til staðar allan tíman á meðan einstaklingarnir eru í töluvert langan tíma í blóðskilunni sjálf. Og það mjög mikilvægur partur af þessu. Svo þetta veit ég bara ekki svarið með hvort það séu of fáir á Akranesi, en ég veit að þetta ekki margir heldur í Árborg. Þannig að þau rök þurfi ekki endilega að halda þegar við erum að fylgja þessu máli eftir gagnvart ráðherra. Þannig að með svona öll þessi rök þá fagna ég því mjög að velferðarráð hafi veitt þessu máli brautargengi hingað inn í bæjarstjórnina og vona að bæjarstjórnin eins og mér heyrist vera hjá öllum bara fylgi þessu eftir að krafti. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr og bæjarfulltrúi Ólafur Ragnarsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, bæjarstjóri bara rétt til að bæta við, þá erum við ekki að horfa sérstaklega á Akranes í þessu sambandi. Við erum í raun að horfa á allt vestur. Þannig að það hægt að það mjög langt frá Akranes til Reykjavíkur ef þú býrð á Snæfellsnesi. Þannig að það myndi vera strax mikill innsparnaður fyrir aðila á Snæfellsnesi og í Borgarfirði og Dölum að þurfa ekki að fara hingað.
Þannig að það er í rauninni allt svæði sem við horfum á. Svo bara til að klára með þjálfurna þá voru áhyggjurnar fólknar í því á sín tíma að það væri of fáir sjúklingar til þess að halda fólkinu í nægilega þjálfun. Þannig að það væri, en það er ekkert sem að segja að við getum ekki tekið á móti reyningum hérna uppi. Sérstaklega með þann góða aðbúnað sem við höfum hér á sjúkrahúsinu og rómuðu þjónustu. Bæjarfulltrúi Ólaður Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem að vilja taka til máls og bæjarstjóri gjör svo vel. Já, ég vil kannski bæta bara við út frá þessu góða innleggi frá bæjarfulltrúa Óla við Adolfsinni að það er alveg hárrétt hjá honum að þetta mun sinna öllu Vesturlandi. Staðan er svo að þeir sem að búa í Borgarnesi og hafa verið að glíma við þetta hingað til, hafa hingað til þurft að flytja úr sínu bæjarfélagi. Og við erum að bara tala um þessir örfá kílómetrar sem bætast við inn í Borgarnes. Þeir hafa þurft að flytja til Reykjavíkur til þess að sækja þessu þjónustu. Þannig að þeir eru rauninni ótrúlegt inngrip í líf fólks sem að þarf að það getur ekki sinnt eða getur ekki búið áfram í sínu bæjarfélagi vegna þess sjúkdóm sem að það er að glíma við. Þannig að þetta er mikil lyftistöng bara fyrir Vesturland alltaf því að til framtíðar segja einfaldir útreikningar okkur það að þetta eiga að geta verið nokkuð margir aðilar sem að glíma við þennan kvilla á hverjum tíma. Náum við þessu inn, þá verða þeir fleiri heldur en þeir eru í dag bara hér á Akranesi. Takk fyrir. Bæjarstjóri Saga Freyr, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Kristján Haukur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðra sem á hlýða, ég bara fagna þeirri samstöðu sem er með þessu máli í dag. Þetta er samgildismál fyrir þá sem að þurfa að sækjast þjónustu. Ég er að fara góð yfirferð frá Einari bæjarfulltrúi Einari Brandtssyni sem þekkir mál mjög vel, eins og Ólafur Adolfssyni. Við erum menn sem hafa staðið í því að berjast fyrir þessu og ég vona bara að við tökum slaginn saman og náum þessu hingað heim. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Haukur Sveinsson, fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Svo er ekki og þá ætla ég að lesa hér upp tillögu að bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Akraness ítrekar ósk sína frá 2017 til heilbrigðisráðherra að byggð verði upp bætt heilbrigðisþjónusta á Akranesi og nágrenni með uppsetningu á blóðskilunarvél á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Bæjarstjórn Akraness vekur athygli heilbrigðisráðherra á að jafnræðis er ekki gætt í heilbrigðisþjónustu við íbúa þjónustusvæði HVF sem þurfa að fara í blóðskilun til höfuðborgarsvæðisins og íbúa sem njóta þjónustu heilbrigðisstofnana á Stór-Reykjavíkursvæðinu og geta sótt þjónustuna í nærumhverfi sínu. Sjúklingar í þessari stöðu á Akranesi og nágrenni eru háðir aðstoð sinna nánustu eða eftir atvikum frá sveitarfélaginu. Við meðferð af þessum toga sem er þeim lífsnauðsynleg getur tekið alltaf 6 til 7 klukkustundir í senn í nokkur skipti í viku hverri og ef viðkomandi eðli máls samkvæmt ekki kosta á að nýta almenningssamgöngur eða keyra eigin bíl. Allar forsendur eru til staðar við HVF á Akranesi til að taka upp þessa þjónustu og sem kunnugt býr stofnunin yfir miklum mannauð og vilja og hefur veitt öfluga heilbrigðisþjónustu á öllu Vesturlandi. HVF er tilbúið til að taka við auknum verkefnum og áskorunum eins og raun ber vitni með tilvísun í samþykkt heilbrigðisráðherra frá því október 2019 að gera sjúkrahúsið á Akranesi að miðstöð liðskipta að gera á Mjöðmum og Hjá. Þeir sem að samþykkja það að senda þessa orðsendingu til heilbrigðisráðherra fyrir svona að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 5. mál og
það hefur málsnúmerið 1909-277 umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra árið 2020 en Akraneskaupstaður hefur sótt styrk úr framkvæmdasjóði aldraðra vegna uppbyggingar þjónustumiðstöðvarinnar að Dalbraut 4 en umsóknarfresturinn rann út þann 24. febrúar síðastliðinn. Til samþykktar staðfesting bæjarstjórnar Akraness á fjármögnun framkvæmdarinnar sem felst á því að bæjarstjórn staðfesti að samþykktir liggi fyrir fjármögnun bæjaryfirvalda við uppbyggingu þjónustumiðstöðvarinnar samþykkt fjárhæð í fjárhagsáætlun ársins 2020 375 milljónir króna en heildarkostnaður verkefnisins áætlaður 630 og ráðgert að framkvæmdu verið lokið haustið 2021. Og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem að samþykkja það þá að þessi staðfesting verði seld. Svo hljóðandi sem hér var lesið, gjör svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 7. mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.01.282. Til deiliskipulag skógarhverfis, annar áfangi, Fagralundur 3A og 3B. En að ræða beiðni að fá að breyta lóðamörkum milli Fagralundar 3A og 3B. Skipulags- og umhverfisráð lagði til að Grendar kynna skipulagsbreytinguna samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum við Fagralund 1A til 1C, 5 til 7, Akralundi 13, 15, 17 og 19 og engar athugasemdir bárust við grenndarkynninguna. Skipulags- og umhverfisráð leggur því til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og send skipulagsstofnun og auglýsingu gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykkja þá deiliskipulagsbreytinguna breytt lóðamörk milli Fagralundar 3A og 3B og breytingi verið send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda gjör svo vel gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá fyrir við í 7. fundalið, hann málsnúmerið 19.11.81. Deiliskipulag Garðabraut 1. Við lögðum fram skipulagslýsing vegna lóðar við Garðabraut 1. Lagt til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði send umsagnaraðilum og auglýst til kynningar samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagslýsingin tekur til áforma deiliskipulag lóðarna við Garðabraut 1. Og orðið laust þennan fundalið. Það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, ég forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svona í fyrstu umferð allavega að lýsa í rauninni bara ánægju minni með það að menn séu komnir með svona skipulag á þessa lóð. Ég held að þessi lóð ber þetta mjög vel. Þannig að ég sjálfur sér hef ekkert á móti þessu. Vísu náttúrulega mennum við svo fá kannski einhver mótmæli og annað við þessu eins og gerist gengur og munum þá kannski endurskoða okkar skoðanir á ákvarðanatökur en langar svona aðeins að forvitnast bara það hvort að það er bæjarfélagið sem slíkt sem að með þessa breytingu eða það lóðarhafinn sem að borga þessa vinnu sem að við höfum hérna fyrir framan okkur í skipulagslýsingu og tengingu. Þetta sami aðeil og við notum, þannig að ég bara fá kannski aðeins svör við því hvort það sé ekki öruggt að það sé lóðarhafinn sem að borga þessa vinnu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að lýsa yfir ánægju minni með ánægju Einars Brandssonar.
Ég var klár hérna með pennan og blaðið. Ánægilegt. Ég deili þessari skoðun eina. Þetta er mjög gaman að sjá að þetta sé komið á þennan stað. Þessi vinna sé hafin. En þess að svara spurningunni, þá var það í lóðarhafin. Hann bara sótti í þann aðila sem við hefum verið að nota í þessari vinnu. Það er lóðarhafin sem greiðir fyrir þetta og á þessa umsókn inn í áður. Ég held að Viktor Einar Brandsson kom inn á að þetta var til að færa umhverfið. Þetta er skemmtilegt, gerir bæði mikið fyrir götuminn, höfubrautar og Garðabrautar. Og þannig að svo kemur það jáfnvel ljós hvað verður. Það komi athugasemdir annað, þá bara tökum við á því þegar það kemur. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem óska eftir að þetta til máls. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Það er bæjarfulltrúar. Ég er aðeins að renna hérna yfir þessa kynningu sem að fylgir þessu máli. Blaðsíða 12 er svona tímaás og það sem við virðumst vera stödd í ferlinu í dag er það sem var áætlað í lok janúar. Það er bara svona að fá það staðfest hvort það sé rétt skilið hjá mér og hvort við séum þá ekki að þetta skipulag er þá væntanlega komið þá aðeins aftur úr og þarf að uppfæra áður en lýsing kannski fyrir út. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Tímaásnum. Það mál kom inn til okkar áður og gerðum við komum ábendingar sem skipulagshönnuður mætti og leiðrétti. Og þessi tímaás miðar raun og veru við að þegar málum kom inn til okkar áður. Þannig er náttúrulega færst aftur. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundarlið? Svo er ekki. Þá bið ég þá sem samþykkja það að skipulagslýsing vegna lóðar við Garðabraut 1 sem tekur til áforma deiliskipulag lóðarinnar verður send umsagnaraðilum og auglýst til kynningar samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Samþykkja það, gjörðu svo vel gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 8. fundarlið. Hann er málsnúmeri 2003 189. Þetta er Flóakörfi, Lækjaflói 10. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að lóð við Lækjaflóa 10 verði skipt upp samanber meðfylgjandi uppdrátt. Það er þá í fundargögnum. Breytingi fellur til 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 122/2010. Og þið lausnum þessa tillögu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er sem á líða. Ég ætla í sjálfu sér ekkert að setja út af þessa ósk þessa breytingu, en mér finnst oft þegar koma inn svona breytingar og ég hef í sjálfu sér ef ég maður rétt samþykkt svona með að pirra mig alltaf svolítið að við skulum vera tiltölulega nýbúin að taka þetta upp og minnka lóðir og annað og með ákveðið samræmi í huga að við skulum ekki huga því að til dæmis lóðin á nr. 16 að henni sé þá skipt upp eins. Þannig að við höfum ákveðið samræmi í deiliskipulaginu. Ég veit að þetta er kannski erfitt einhver ákveðin aðili sækir og hann þá ber kostnaðinn af breytingunni. Ég kannski ekkert viljugur til að borga breytingu á annarri lóð, en mér finnst málið kannski ekki svo stórt þarna ábyggilega að við hefum alveg getað hugsað út í það að taka það
bara með honum í því og breyta þá lóð númer 16 líka og hugsanlega eru fleiri lóðir þarna sem að liggja eins og þessar tvær, þannig að það hendi til þess að skipta þeim eins og við gerðum í rauninni við lóðirnar sem eru, hvað segir við, vestamegin við veginn og eru með svona afleggjara líka. Þannig að við skiptum þeim niður og þarna hefði alveg mátt skipta lóð númer 16 líka. Takk fyrir. Það er Einar Brandsson í loki máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Einar Brandsson kom inn með ábendingar um lífsskyldu lóða. Ég er að lóð númer 16. Þetta eru mjög góðar ábendingar hjá bæjarfulltrúi Brandssyni. Þessi umræða hins vegar tekin og það var ofan á að við vildum ekki fara að skipta miklu upp, heldur hafa sveigjanleikann. Það eru líka aðilar sem hafa komið á málið okkur sem vilja stærri lóðir, sem vilja sameina lóðina. Þannig að við vildum frekar hafa þann möguleika inni að það væri hægt að skipta upp eins og þessari lóð sem verða þá, þessi lóð verður 7 fermetrar fyrir þær lóðir. En þarna að möguleikin sé ennþá til staðar að sameina lóðir, þegar eins og Einar Brandsson kom inn og þá eru menn ekkert sérstaklega viljugir til að borga fyrir breytingar á öðrum lóðum í sínum megin. Og hvað þá breyta tilbaka ef við ætlum að fara að skipta þeim aftur í sundur eða sameina. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða 8. fundarlið. Svo er ekki. Þá fer ég þetta undir atkvæði bæjarfulltrúa. Þeir sem samþykkja uppskiptingu lóðar við Lækjarflóa 10 í samræmi við heimild samkvæmt 3. málsgrein 23. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þannig að fjöldi lóða á skipulagssvæðinu verði 59 í stað 58 en engin breyting að veru leyti gerð á skilmálum skipulagsins. Þeir sem samþykkja þetta gjörðu svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í 9. fundarlið. Þannig hefur málsnúmerið 20.01.002. Þetta er fundargerð bæjarráðs á árinu 2020. Hér eru lagðar fram fundargerð bæjarráðs númer 3405 frá 12. mars síðastliðnum og 3406 frá 13. mars síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Þetta er fundargerð bæjarráðs númer 3405 frá 12. mars 2020. Það fara yfir örfá atriði úr henni. Og fyrsta máli kannski sem ég ætla að fara í er mál númer 3 sem er sorpmál, starfshópur, en hér var í umræðu í bæjarráði tillaga sem kom frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrr á þessu ári og eftir svona ýmsa umræðu hér í bæjarstjórn þá var tillögunni vísað inn í bæjarráð og þar sem við áttum umræðu tillöguna og fengum sem sagt kynningu eða meirihlutinn óskaði eftir kynningu á stöðu umhverfisstefnunnar sem hefur verið í vinnu í dágóðan tíma innan skipulagssviðsins, umhverfis- og skipulagssviðsins. Að því að eins og við höfum kannski rætt áður hér að þá vildum við bara fá að vita nákvæmlega hvað hún væri stödd og hvað hún fæli í sér og hvort hluti af þessum sorpmálum og þeim góðu tillögum sem að þarna voru lagðar fram og við erum öll sammála að vilja fara í, vildu kanna hvort það verið þá hluti af þeirri umhverfisstefnu en svo var ekki. Þegar að meirihlutinn hafði sem sagt í bæjarráði fengið upplýsingar það og allt bæjarráð, þá var rauninni samþykkt í bæjarráði að stofna starfshópinn en meirihlutinn óskaði eftir því að hafa formennsku. Og erindisbréfið er þannig að það komi þá 3 frá meirihluta og 2 frá minnihluta
og að starfshópurinn eigi að skila af sér lokaafurðir fyrir 31. október hafi verið niðurstaða eftir umræðu í bæjarráði en áfangaskil miðjan júní af því að málin eru það mikilvæg að bæjarráð vill fá að fylgjast vel með framvindunni og svona áður en kannski stjórnsýslan fer í sumarfrí eða hvernig þessi staðan verður á samfélaginu þarna miðjan júní. Vitum við ekki en allavega svona með við eðlilegt ástand þá værum við að detta inn í það. Það eru sem sagt komin tillaga að 5 nöfnum af einstaklingum sem hafa gefið sig fram til að vera í þessu starfshópi, allt saman mjög öflugir og góðir einstaklingar. Þannig ég hef bara fulla trú á því að vinnan muni ganga vel og allir þessi einstaklingar eigi að geta unnið vel saman í þeim metnafullu markmiðum sem að tillagan felur í sér. Og þannig kannski fer yfir þær tillögur sem hafa borist og eru lagðar þá fram hér. Og en það er tillaga að Ragnar Baldvin Sæmundsson verði formaður, síðan er það Karen Jónsdóttir og Einar Brandsson frá minnihluta og Geir Guðjónsson og Ása Katrín Bjarnadóttir frá Samfylkingunni. Þannig að mjög öflugur hópur sem að þarna er á ferð. Það er láta staðar numið við þetta mál akkurat núna en það verður örugglega umræður það á eftir í býstu því. En dagskrárliður númer 4, Dalbert 4, sem sagt varðar athugasemdir FEBAN vegna hönnunarfélagsrýmis og bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson fór vel yfir það áðan að það hefði verið fyrirhugaður fundur með FEBAN í gær það sem átti að fara yfir sem sagt átti að fara yfir sem sagt þær tillögur sem að skipulags- og umhverfissvið og bæjarráð hafði farið yfir sem í minnisblaði verkefnastjórnar og en þessi fundur var auðvitað ekki út af ástandinu sem við stöndum frammi fyrir sem COVID-19 og fundurinn verður bara leið og aðstæður leyfa. Dagskrárliður númer 5 varðar Siglingafélagið Sigurfara en það sendi erindi til bæjarráðs. En þeir hafa verið að leita að hentugu húsnæði undir starfsemi sína og fara yfir í erindi sínu að síðasta sumar hafi verið mikil aðsókn hjá félaginu og horfi upp á frekar uppbyggingu í ár en það sé erfitt vegna húsnæðismálanna. Og afgreiðsla bæjarráðs var að vísa þessu til skóla- og frístundasviðs og það var áréttað í bókum bæjarráðs að huga þarf skammtímalaust fyrir Siglingafélagið Sigurfara og framtíðarsýn. Ég held ég láti staðar numið bara við þessa fundargerð en síðan var það fundur bæjarráðs frá 13. mars 2020, það er fundur 3406 og það var minnst á hann hér fyrr á þessum bæjarstjórnarfundi sem var aukafundur og þetta var aukafundur út af því að þarna hafði sem sagt bara örfáum klukkutímum áður verið tilkynnt samkomubann sem hefði áhrif á allar okkar stofnanir og starfsemi kaupstaðarins. Þannig að bæjarráð fundaði og á þessu fundi sínu samþykkti bæjarráð til dæmis að skipulagsdagur hefði verið í skólum bæjarins meðal annars á mánudeginum til að gefa svigrúm fyrir að klára skipulagningu starfsins sem framundan væri og áréttaði það að umboð bæjarstjóra sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Þannig að ég ætla að láta staðar numið af þessu sinni en tek spurningar ef einhverjar eru. Takk. Fulltrúi SLR Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Aðrir bæjarfulltrúar, að byrja því kannski að taka til máls undir fundargerðinni sem var 13. mars og
og þakka bæjarstjóranum fyrir það að taka undir beiðni mína og kollegum mínum í bæjarráði að kalla til þessa aukafundar sem við héldum þennan dag. Mér fannst nauðsynlegt að við myndum hittast og fara yfir í rauninni það umboð sem að bæjarstjóri hefur sem okkar fulltrúi í þessu stóra COVID-verkefni og það alltaf svo gott að vera vitur eftir á en það eiginlega betra að taka upplýstar ákvarðanir og gera það vel og vandlega og þegar því maður hefur svo sem séð ýmis vandamál koma upp bæði bara í fyrirtækjum og í opinberri stjórnsýslu sveitarfélögum þar sem að verksvið fólks ekki skýrt og menn fara út fyrir vald sitt og það hefur haft kannski erfiðar og leiðilegar afleiðingar í för með sér en þannig að mér fannst þetta mikilvægt og þakka fyrir það og ég vil líka kannski undir þessum lið þakka bæjarstjóranum að hans liði sínum her að hversu duglegir að senda með posta bæði á alla bæjarstjórnina og þá líka okkur oddvitina í þessu stóra COVID-máli og ég held að það sé líka kannski við sendum tóninn kannski á þessum fundi og ákveðum þá í rauninni hvernig við myndum hafa vinnunni með upplýsingaflæði þannig að ég ætla að byrja að þakka fyrir það. Fundargerð frá 12. mars þá kannski langar mig fyrst að ræða málefni 10. liðar sem karlar í skúrum og ég bað formann bæjarráðs að koma þessu máli á dagskrá fundarins fyrir mig og þakka fyrir það að það var gert. Ég aðeins búin að kynna mér þetta mál og svo sem bara sem áhorfandi úti í samfélaginu og hlusta á þetta í útvarpi og sé þetta í sjónvarpi og heillast mikið af þessu verkefni þar sem markmiðið að ná til þarna í þessu tilfelli sérstaklega karlmanna sem eru komnir á efri ár en hafa mikinn vilja og getu til þess að sinna einhverjum tómstundum í smíðum og fleiri sem snýr að handavinnu karlmanna og ég einhvern veginn búin að sjá þetta í algjörum hillingum af því ég veit að það eru fullt af mönnum sem eru bæði heima hjá sér í skúrunum og líka karlmenn sem hafa ekki þessa aðstöðu og myndi vilja komast í bæði aðstöðu og góðan félagsskap. Og ég hef sagt á fundi bæjarráðs að ég dreymi einhvern veginn svolítið að sjá þetta verkefni verða að veruleika í samvinnu við fleiri verkefni eins og Fabla og og það sem við búum til kannski svolítið svona öfluga félags- og hvatningarmiðstöð fyrir fólk sem hefur bæði tíma og svona geta kannski yfirfært þekkinguna til fleiri aðila. Að nýta okkur þessa 3 fasa í húsnæði sem við getum fundið hér í sveitarfélaginu og ég svo sem búin að nefna það hugmynd án þess að ég geri það hér. En ég kannski ítreka það aftur. Ég hef fengið símtal og eftir þennan fund þar sem mér var sérstaklega þakka fyrir það að koma þessu á framfæri. Það eru aðilar hér í sveitarfélaginu sem hafa verið að vinna að þessu verkefni svona óbeint með Rauða krossinu og ég veit það að sá aðili sem hafði samband við mig, hann vill ólmur koma bara og hitta okkur á fundi bæjarráðs. Þetta ekki á dagskrá fundarins á morgun sé ég, en það kannski einhver ástæða fyrir því. Vona þá bara að það verði á næsta fundi og ég veit það svo sem að þetta ekki kannski það mál sem í forgangi núna, ég átta mig á því að þeim tímum sem við erum núna, en kannski kalla eftir því að þetta verði tekið upp á næsta fundi. Þá langar maður að ræða þriðja málið
og það sorpmál starfshópur og þarna bókað að bæjarráð samþykkir erindisbréf starfshópsins og vísað til bæjarstjórnar til samþykktar. Og mér finnst erfitt að það taka umræðan eitthvað freka áfram hér þegar þetta ekki á dagskrá fundarins og ég kalla kannski bara eftir skýringum frá formanni bæjarráðs og forseta af hverju það ekki á fundi hér sem dagskrárliður á fundinum. Af því að það hlýtur að þurfa að samþykkjast þetta erindisbréf sem sér fundarliður og kannski fá smá skýringar á því og taka kannski svo umræðan í kjölfarið af því. Já, ég skal bara bregðast við því. Ég bara hræddur að þarna hafi orðið mistök vegna þess að ætlunin var að taka þetta mál hérna inn á bæjarstjórnarfund. Þannig að það verður að skrifast á okkur og mig sem forseta bæjarstjórnar að hafa ekki komið auga á þeim mistök þegar verið var að undirbúa dagskrá þessa fundar. En það engin önnur skýring á því. Þetta mál átti að koma hérna inn á þennan bæjarstjórnarfund og erindisbréf átti að koma hingað til samþykktar. Þannig að ég ætla að bara óska eftir því að við tökum fundarhlé, eitt augnablik og skoðum þetta mál aðeins betur. Tökum tíminn að fundarhlé, slökkum á útvarp og upptöku. Þá hefjum við aftur fund eftir hlé og við erum stödd á bæjarstjórnarfundi númer 1310 og erum í 9. lið fundargerðar bæjarráðs og erum hér að ræða fundargerðir bæjarráðs frá 12. mars og 13. mars árið 2020 og orðið laust og það bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar raðir sem á hlýða. Við náttúrulega spilum til lið númer 4. Starfrönd 4, allir sem tepan, við langar að forvitað hvað tepan við, hverju óskir þess samband þetta húsnæði. Ég held að væri sem búið að hanna þetta svona á mestu leyti, sko. Ég veit ekki að svara því hvað þeir eru að biðja Svo að við númer 5 erindi Siglingafélagsins Sigurfara aðstæða. Ég bara tek undir þetta hjá þeim, þetta erindi. Ég bara óska þess að ég hætti að finna lausn á þeirra húsnæðismálum og aðstöður. Bara fagna því að það sé við bjóðum bara upp á aðstöður sem flestar íþróttir hér á skálanum. Annað var ekki. Takk fyrir. Það fulltrúi Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Þannig ekki lokið. Þannig að ljúka. Það var náttúrulega fram með athugasemdir sem lýtur að skipulagi og vali á byggingarefni og annað. Við erum búin að mæta þeim að vissu leyti og þegar þetta fer að lægja þetta ástand sem núna í þjóðfélaginu, þegar þið komum hópfull að funda með, vonandi bara náum við að ljúka þessu og allir verið sáttir í þetta og saman í þetta verkefni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Bæjarstjóri Saga Freyr, gjörðu svo vel. Já, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir var að minnast á verkefni Kallar í skúrnum. Ég ætla bara að útskýra að ég bara hef ekki náð vegna annað að ræða við þennan einstakling sem að hefur haft samband og mun sjá til þess að það verði gert fyrir næsta fund. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri Saga Freyr Þráinsson.
fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Fyrst ætla ég bara að eins og þeir sem hlusta á fundinn, ég ætla nú bara að byrja þetta rétt, forseti ágæti bæjarfulltrúar aðrir sem að hlýða. Bara fyrir það sem eru að hlusta á fundinn og fyrir bæjarfulltrúa sjálfa vil ég bara fyrir mitt leyti biðjast afsökunar á því að hafa ekki ýtt á eftir þeim nöfnum inn til stjórnsýslunnar hvað varðar mönnun í starfshópum sorpmál og mun gera það leið og þessum fundi lýkur. Þannig að á næsta bæjarstjórnarfundi koma þetta inn sem sjálfstætt erindi. Þetta var bara mistök af minni hálfu, þannig að við tökum umræðu það síðar eða næsta bæjarstjórnarfundi. Ég vil, hvað varðar verkefnið Karlar í skúrnum, ég bara, er búin að vera aðeins að skoða umfjöllun og heimasíðu þetta verkefni frá því að við vorum með þetta í bæjarráði daginn. Ótrúlega flott verkefni sem er frábært að hafa verið komið inn á borð bæjarráðs og þakka fyrir það. Og hvað varðar dagskrá bæjarráðs á morgun, þá erum við með viðamikil mál út af stöðunni í samfélaginu í dag og til að geta gefið þessu vonandi meira vægi á þar næsta fundi þá var svona niðurstaðan að það kæmi inn þá. Og hvað varðar bæjarráðsfundið númer 3406 frá 13. mars þá var mjög mikilvægt að halda þann fund og þakka fyrir þann fund og þá beiðni sem þar komum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka þær skýringar sem ég hef fengið varðandi því að málefni 5 sorpmálin sé ekki sem fundaliður á þessum fundi okkar hér í dag. Vænti þá þess að hann komi þá inn á næsta bæjarstjórnarfund og þykir þá leiðilegt að hryggja einhverja bæjarfulltrúa það að þetta komi aftur hér inn sem sjálfstætt erindi og við þurfum kannski jafnvel að taka aftur skemmtilegar umræður. En svo þannig lífið við klárum þetta frá A til Ö og tökum bara umræðina betur þá. Þannig að ég segi þess að þú bara sorpmáli lokið á þessum fundi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég syrgi það mjög að við náum ekki að ræða þetta mál á þessu fundi. Ég hefði gjarnan vilja klára það. Mér finnst þetta að vera orðið svona eins og ég veit ekki hvað, sko. Lestinskinn aldrei kemur. En ég vil endilega losna þetta mál út kerfinu og hlakka til að þetta ágæta fólk fari að starfa í þessum hópi sem var að lesa þetta upp á þann. Ég vona það mun allt skila sér inn á næsta bæjarstjórnarfundi sem aðilar í þessum hóp og ég hef mikla trú og traust á þeim aðilum sem voru taldir inn upp á þann, sérstaklega formannum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Ég vil bara taka undir orð Kristinn Hall, bara klára þetta mál, koma á þessum stað. Við erum komið á ruslinu frá okkur. Það er flottunum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og ég vil að sama skapi biðjast afsökunar á mínum hluta í því að þetta mál geti ekki komað hér inn. En eins og ég tók fram á hana þá bara fór það fram hjá mér í yfirferð yfir og undirbúningi dagskrár þessa fundar að þetta mál skyldi ekki vera inn á dagskránni. Og biðst innilega afsökunar á því. Þannig að ég get alveg tekið undir það að ég hef gjarnan vilja bara
koma þessum starfshópi af stað helst í dag. En fundargerðir bæjarráðs hafa þá verið lagðar fram til kynningar og við förum yfir í næsta mál. 10. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.004. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og hér er lögð fram fundargerð nr. 126 frá 17. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að fundargerð skóla- og frístundaráðs nr. 126 er þar með lögð fram til kynningar. 11. liður á dagskrá þessa fundar hefur málsnúmerið 20.01.005. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram tvær fundargerðir, nr. 146 frá 9. mars síðastliðnum og 147 frá 18. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á að hlýða en þá. Það er í sjálfu sér kannski ekki beint upp úr fundargerðunum sem að mér langar að forvinnast inn 2 ár en heyra undir skipulags- og umhverfisráð. Bæjarstjórinn okkar, Sævar Freyr Þráinsson, hann kom inn á það í sinni ræðu hér áðan að það væri verið að vinna í skipulagi og skógarhverfi það ekki 3A og 3C sem við eigum eftir, Mig langar að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs, Ragnar B. Sæmundsson, hvenær í rauninni má vænta þess að þetta skipulag komi hér fyrir bæjarstjórn til einhverjar afgreiðslu því að við erum búin að vera með þetta í vinnslu ansi lengi. Eitt máli sem að mig langar að spyrja formanninn líka það er Suðurgata 108 því að bæjarstjórinn kom líka inn á það að til stæði að fara að úthluta lóðum við Suðurgötu. Þannig að mér leggja forvitni á að vita afdrif Suðurgötu 108, hvort að það sé búið að selja það eða hvort að til standa að selja það eða hvort við ætlum þá að gera eins og við ætlum að gera í upphafi að rífa það. Þannig að ef að formaður skipulags- og umhverfisráðs gæti kannski aðeins komið inn á þetta. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn með beint til í 2 spurningum. Það var annars vegar skipulag í skógarhverfi og hvernig það sé að vænta hér inn. Við erum búin að vera í vinnu að bregðast við þeim athugasemdum sem komið fram. Við erum búin að vinna deiliskipulag samhliða því af Garðalundi og líkt og við ræddum síðast þegar þetta kom hérna inn að þá stefnum við á það að halda vinnufund með bæjarstjórn áður en þau koma inn hérna og kynna bæjarstjórn áður en það kemur til afgreiðslu eða auglýsingar. Hvað var það Suðurgötu 108? Þá var umhverfisráðherra að senda það mál til bæjarráðs eða vísa til bæjarráðs. Ég veit að það er búið að gera, en þar var ákvörðun með sölunni kvaðir.
er bæði liggja fyrir og ég veit að er yfirleitt fyrir lögfræðingi. Það standist allt og við getum staðið á þessu. Meira veit ég svo sem ekki um það mál, það var náttúrulega komið á okkar borði. Ég langar að vita þetta að benda á einn annan mál sem fundargerð númer 156. Bæjarstjóri kom inn á líka áðan, það er útboð hönnun á leikskóla. Það er komin niðurstaða þar, sem er mjög ánægjuleg, töluvert undir kostnaðaráætlun og ríkiskaupum var falið að klára það mál. Eins líka lokið hönnun eða útboðið á hönnun á stofnanlóðum, Brekkuskóla og Grundaskóla. Núna er verið að vinna á því að semja þann aðila, þannig að hann geti hafist, svo vinna geti hafist sem fyrst. Það líkur á að fyrsta hluta sé lokið fyrir sumarið, þess að þetta bjóða þú. Þetta er að fara í fyrsta hluta við Brekkuskóla í sumar. Svo er það mál númer 7, fundargerð 147, Lækjarflóðið sem tók fyrir án. Það var mjög ítrekað, ég er mjög ánægður með það hreyfingu sem virðist vera upp í Flóahverfinu og iðnaðarlóðum og það. Þeim áhuga sem þetta svæði er að fá núna. Ég vona bara að ástand sem í þjóðfélagi núna verði ekki til þess að hægja neitt mikið á því. Og við sjáum þetta svæði byggjast upp. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson við lokið máli sínu og fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti. Til bæjarfulltrúar. Kannski í framhaldi af prófahverfinu, þá kannski langaði mig að forvitnast hvar verkefnið er statt með markaðssetninguna á þessu verkefni. Mjög spennandi tækninýjung sem okkur var sýnd í bæjarráði og eða maður kannski svolítið í skinninu að sjá það að verða að veruleika. Kannski fá stöðun á því og svo er þriðji liður sem heitir þétting byggðar, uppkaup. Það er náttúrulega svo sem ansi lítið undir þessum fundarlið ef að þetta er einhvers konar trúnaðarmál að þá að bóka það. En annars væri kannski betra að skýra þennan fundarlið kannski aðeins betur fyrir þá sem ekki hafa aðgang að fundargáttinni eins og okkur bæjarfulltrúanum, kannski fá svör við þessu. Og virkilega ánægð að heyra það að fleiri áhuga á Suðurgötu 108 heldur en ég. Og ég vona að það sofni ekki í bæjarráði það verkefni og gerir það örugglega ekki á minni vakt. En vonandi kemur þá á þar næsta fund bæjarráðs. Ég er mjög spennt að lesa þessar kvaðir og hef lýst mínum efasemdum með það hvort að það standist einmitt ákvæði lagana. En kannski bara fá svör við þessu. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir við lokið máli sínu og orðið er enn laust og það er fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir sem að hlýða. Varðandi Suðurgötu 108 þá það er ekki mjög margir dagar síðan ég átti samtal við Sigurð Pál og Harðarsson, sviðsstjóra og skipulags- og umhverfissviði og það sem hann tjáði mér það að það væri verið að vinna að þessu blaði hvað varðar kvaðirnar og að skoða lögfræðilega hlið þess máls hvort að þetta sé tækt eða ekki. Þannig að ég veit að er unni hörðum höndum að þessu málið er ekki svo. Það er fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir við lokið máli sínu og næstur hafði beðið orðið bæjarstjóri Saga Freyr Bragason. Gjörðu svo vel. Já, þessu ágætu bæjarfulltrúar, held ég að við grípið þetta rétt, þá verður að spyrja markaðssetningu á Flóahverfinu, er það ekki? Já.
djúpt sokkin í að svara þér hérna rétt áðan. En staðan á því að við fengum drög að vef, sendan til okkar í dag. Með og bæjarstjóri búinn að fá það sent í inboxi til sín, en ekki búinn að tökka það að kíkja á það. En það staðan á því verkefni, þannig að við erum komin vel áleiðis og starfsmenn hér Sædís, Alexía og Stefán hafa verið á skipulags- og umhverfissviði hafa verið að vinna meðal annars að þessu verkefni í samstarfi við Onno fyrirtæki. Sömuleiðis þá erum við búin að vera að undirbúa myndbönd í samstarfi við Heiðar sem er með myndbandagerð á Akranesi sem eru alveg að vera tilbúin sömuleiðis í þeim tilgangi að styðja við þessa markaðssetningu. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri Sigurður Freyr. Og orðið er enn laust. Fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem grípur orðið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Ragnhildur Óskarsdóttir. Mál númer 3, þétting byggðar. Það er númer 147. Svo sem ekki trúnaðarmál, hins vegar voru þarna bara að fara svolítið yfir sviðið og ræða þær lóðir sem eru nefndarmenn fast ákveðslega. Sviðsstjóri fór yfir svona ákveðna hugmyndafræði sem sviðið er búin að vera að skoða. Við ræddum að sviðsstjóri komið fram í þá hugmynd að við fengjum eitthvað utan að koma í þetta sem það er ekki tími til þess að vinna það inn á sviðinu. Ég held að það sé rétt og við þurfum að fá okkur. Og bara hann ætlaði að taka saman upplýsingar og fleira og leita eftir tölum frá stofum. Þannig að það væri þá hægt að koma það áfram inn í bæjarráð hvort það væri vilji til þess að fara þetta. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Við höfum mörg tækifæri víðsvegar í bænum til þess að fara í svona. Ef þið hafið fylgst með umræðum skipulagsumræðu í Reykjavík, þá hefur Reykjavík verið að fara til sínu hverfaskipulag til Árbæ og fleiri stöðum. Það er mjög skemmtilegt, mjög spennandi og hann heldur ég ættum að taka það líka hérna á fleiri stöðum eins og í gamla bæn. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki. Og eru þá þar með fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs nr. 146 og 147 lagðar fram. 12. dagskrárliður hefur málsnúmeri 20.01.003. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lögð er fram fundargerð nr. 123 frá 18. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessu fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að vekja athygli á lið númer 2. Við höfum rætt það hér áður í sambandi við fjárhagsáætlun og hina svokölluðu viðauka að í raun megum við ekki framkvæma neitt eða leggja út í kostnað við eitt eða neitt nema að hafa samþykkt þau útgjöld áður. Ég hef nú nefnt það hér í ræðustól áður að mér finnst það svona frekar stífa reglur og ef ég man rétt þá var bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir ekkert sammála með þar en ekki ágreiningu í hana ég er það ekki það. Ég held að þetta sýni okkur og sanni að svona stífa reglur sem að í rauninni gera okkur það nauðsynlegt í rauninni að brjóta. Því að
í svona aðstæðum eins og við erum núna, að þá í rauninni verðum við að fara og grípa til aðgerða sem að við höfum ekki gert ráð fyrir í okkar fjárhagsáætlunum. Þannig að við höfum í rauninni engan tíma til þess að búa til viðauka og pluss að við vitum í rauninni ekki hver endanlegur kostnaður verður. Eins og kom ég fram fyrr á fundinum að þá hefur óskað eftir því að við drögum saman þennan kostnað þegar þessar hörmungar eru yfirstaðnar. Þannig að ég held að við verðum og munum sennilega þurfa að endurskoða í rauninni allt okkar mat á mörgum hlutum í rauninni, því að við erum í rauninni held ég orðin svo góðu vön að við trúum við ekki og höfum ekki ímyndunar að blíða að áætla eða hugsa það að það komi eitthvað fyrir okkur. Þannig að ég ætla bara að vekja athygli á þessu að við erum í rauninni að fara fram á það að við erum búin að samþykkja og ýta á stað ákveðnum ráðstöfunum sem munu kosta okkur peninga. Við erum ekki búin að samþykkja viðauka, þannig að við erum í rauninni opinberlega að brjóta lög sem að við í rauninni þurfum þá að koma í veg fyrir að við þurfum að gera aftur með einhverjum breytingum þá sem við þurfum að óska eftir og kannski samtök sveitarfélaga takið þetta upp. Já, þetta eru bara aðstæður sem við lentum í og við verðum að gera ákveðna hluti. Þannig að ég ætla bara að endurtaka það að þarna er liður sem að við hefum gjarnan ekki vilja hafa en er þarna og við verðum að hugsa málið upp á nýtt í framtíðinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða, ég vil bara taka undir orð Einars varðandi lið 2. Þarna vorum við að samþykkja í raun og veru dálítið opinn tékka inn í næstu mánuði, vegna þess að við vitum ekki hvaða hremmingum í raun og veru við lendum í, hversu mikil hremmingum við lendum í og hversu mikil kostnaðaraukningin er. Þetta er annars vegar kostnaðaraukning í hugsanlegum mannaráðningum til að leysa af fólk sem verður veikt eða þá vegna endurskipulagningar á starfseminni. Hins vegar auknar fjárheimildir vegna útkeyrslu og samninga vegna aukinnar þjónustu í útkeyrslu á mat sem við vitum ekki heldur hver fjárhæðin er. Þetta fer væntanlega inn í bæjarráð og verður tekið fyrir þar. Þannig að þetta er góði punktar sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson voru með. Bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar bæjarstjóra aðrir sem á hlýða. Þetta mál sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson og bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson ræða hér er komið inn á dagskrá í bæjarráð sem og fundurinn verður á morgun. Og þar munum við þetta eiga umræðum þetta, en það er bara mjög mikilvægt á þessum tímum þar sem við erum í óvissu og við vitum ekki hversu langt er upp á bakkan hinum megin að bara halda vel utan þann kostnað sem að þessu lýtur, eiga samtal líka við ríkisvaldið og aðra slíka þegar þessu verkefni verður lokið og þetta er að mínum mati eins og þeir félagar mínir hér í bæjarstjórninni hafa rætt að
nauðsynlegar aðgerðir svo við getum haldið úti þjónustu og sóttvörnum og ég treysti fólki til þess að gæta alls aðhald sem mögulega er hægt við aðstæðum þess og ég veit að það er verið að horfa til þess líka en við munum auðvitað bara eiga umræðu þetta í bæjarráði á morgun en ég vil þakka bæði bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni og bæjarfulltrúa Kristjáni Hellu Sveinssyni fyrir að koma með þessa punkta inn sem veganesti inn í þá umræðu á morgun. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Rafnadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætis bæjarfulltrúar, mér langar bara að bæta við að sjálfsögðu er starfsfólk velferðar og mannréttindasveit mjög meðvitað kostnað og aukinn kostnað hefur og það kom skýrt fram á fundi ráðsins 18. mars að það er þegar farið að halda utan auka kostnað sem fellur til út af COVID-19 og þannig að það er í góðan farvegi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags og nei, ekki skipulags. Velferðar- og mannréttindaráðs fyrirgefið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, ágætis bæjarfulltrúar. Þetta er kannski framhaldið þessari umræðu annan liðinn og kannski ég veit kannski að þessu áðan svona undir rós. Að þetta er náttúrulega þannig mál sem að þarf að grípa til með stuttum fyrirvara og þetta er akkúrat mál eins og við ræddum á aukafundi bæjarráðs að þetta er heimildin sem að bæjarstjóra er gefin í slíkum málum sem sendir þá bara í rauninni upplýsingapóst á okkur sem eru þá fulltrúar flokkana í bæjarstjórn og sitjum í bæjarráði. Að þetta er í rauninni svona prófmál á það sem að koma eftir þann fund. Þannig að ég held að áhyggjur varðandi mála eins og þess eru kannski óþarfa því við erum í rauninni tæknilega búin að taka ákvörðun að þetta eru óvenjulegir tímar. Og kannski ekki samþykki það ekki að þetta sé opinn tékki, eins og var sagt hér áðan, en vissulega er þetta einhvers konar bil sem er búið að áætla að verði innan einhvers ramma og við vinnum þá eftir því og við fengum upplýsingar þetta frá bæjarstjóra. Þetta er það bara bæjarstjóra fyrir þær upplýsingar varðandi þetta einstaka mál. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarstjóri Saga Freyr þið orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég vil bara þakka öllum fyrir umræðum þetta atriði. Ég held að það er auðvitað mikilvægt að þegar við erum að bregðast við sérstökum aðstæðum sem að geta verið að koma upp í tengslu við það að glíma við COVID-málin að hægt sé að taka ákvarðanir hratt vegna þessa sérstöku aðstæðna þegar við erum að tryggja og halda upp í þjónustu gagnvart okkar viðkvæmustu skjólstæðingum og ég hef fundið mikla samheldni í bæjarstjórninni allri fyrir þessu og hvað varðar síðan tel ég mjög mikilvægt að þrátt fyrir það að þá eigum við að vinna með þeim hætti að við reynum að eftir fremsta megni að nýta og ráð og nefndir þannig að þegar að við höfum tök á því að undirbúa mál og ég held að það muni eiga við langt flestar fjárúthlutanir að þá eigum við að geta undirbúið það og reiknað út kostnað og farið með það og afgreitt það með formlegum hætti eins og á að gera. En þetta er mikilvægt að eiga þetta inni fyrir þessa sértæku ákvarðanir sem að stundum kalla á mjög snögg viðbrögð. En ég vona að það verði ekki gríðarlega stór fjárútlát sem að ég neyðist til þess að taka með því trausti sem að mér var gefið í þessari bókun frá bæjarráði á þessum tíma. En ég lofa ykkur því að ég mun ekki misnota þetta traust. Bæjarstjóri Saga Freyr Þráinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki og er þar með
fundargerð númer 123 frá velferðar- og mannréttindaráði lögð fram. Liður númer 13 á þessum fundi hefur málsnúmerið 20.01.008. Þetta eru fundargerðir SSVAF á árinu 2020. En svona til að hafa smá formála að þessu að þá var það samþykkt í bæjarstjórn fyrir nokkru síðan að fundargerðir SSVAF, stjórnar SSVAF, eru teknar til umræðu á bæjarstjórnarfundum og laða hér fram. Það hefur ekki gerst í þó nokkur tíma. Þannig að hér er bætt úr og við tökum upp þráðinn og hér er lögð fram 151. fundargerð stjórnar SSVAF frá 5. febrúar 2020 og orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Allir bæjarfulltrúar örstutt undir þessu lið og það sem það kannski ekki gott að koma þá fyrir á næsta fundi SSVAF. Líklega ekki, langar bara að vekja athygli á nýútgefinni heilbrigðisstefnu. Eða velferðarstefnu heitir það víst, velferðarstefnu Vesturlands. Er það einn á fundinu kannski? Nei. Nei. Kannski ég var aðtöku hvort ég hafi nokkuð farið yfir þegar ég las þetta, það er ekki. Langar bara að benda fundarmönnum á nýútgefna velferðarstefnu fyrir Vesturland. Og ánægilegt að sjá að þetta plagg sé orðið að veruleika og vonandi að SSVAF vinni að þessu og sveitarfélögin saman þar sem við erum að tala heilbrigðismál og öldrunarmál, félagsþjónustu og málefni fatlaðra og starfsendurhæfingu og almenna lýðheilsu. Setjum okkur ákveðna framtíðarsýn, hvernig við viljum sjá Vesturland verða á næstu árum og markmið aðgerðir. Og ég vil bara færa SSVAF og starfshópnum mínum sem ég vann að með þessu verkefni og starfsmönnum SSVAF bara miklu þakkir fyrir að klára þetta og fagna því að þessu sé komið fram og vona að þetta verði tekið þá upp sem verkefni hér inn á sem víðasta vettvangi, skóla- og frístundasviðs og velferðar- og mannréttindasviðs og væntanlega bæjarráðs og já, ég vona að þetta verði, við fylgjum þessu hér eftir á Akranesi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson tekur orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að upplýsa það að á síðasta fundi stjórnarinnar sem haldið var 18. mars að þá var þeim aðilum sem voru á fundinum upp í Borgarnesi afhent útprenta eintak af velferðarstefnunni. Þannig að hún formlega komin út en ég tók þátt í gegnum fjarfundabúnað þannig að ég ekki komið með þessa útprentun í hendurnar en á vona að fá eintak og ég tek undir orð bæjarfulltrúans Rakel Óskarsdóttir það að við einbeitum okkur að því að fylgja því sem það kemur fram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ég ætla þá aðeins að fá að tala þó það sé bara hérna úr sæti forseta og minnast á lið númer 6 sem er sóknaráætlun Vesturlands 2020-2024 og ég ekki tók beinlínis hana. Þarna voru kynntar hugmyndir áhersluverkefni sóknaráætlun Vesturlands fyrir árið 2020 og seinna daginn síðan ræddar á fundi samráðsvettvangs Vesturlands. En mér langar að bara kannski orða það hér og kannski beina því til
Því við erum hér með fulltrúa í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga að sóknaráætlanir landshlutanna eru góð leið til þess að koma peningum fljótt í vinnu út í atvinnulífinu. Eins og eru 2 ráðuneyti sem setja peninga í sóknaráætlanir. Ef fleiri ráðuneyti myndu taka sig til og bæta peningum í sóknaráætlanir núna í kjölfarið á COVID-tímanum, þegar efnahagslífið fer að ranka við sér aftur, þá held ég að sóknaráætlanir landshlutanna séu góð leið til þess að koma peningum fljótt og vel í vinnu í atvinnu- og menningarlífi í landinu. Já, bara svona langaði til þess að orða þetta. Það eru fleiri sem að vilja ræða fundargerð SSV. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu ég tek við þessum bolta glöð og get þá upplýst ykkur líka hvað að gera ef að þið eru ekki búin að sjá varðandi einmitt erindi ríkisvaldsins og sveitarfélaganna sambandsins, þá akkúrat talað þennan sjó, að hann geti komið vel að gagni í svona ástandi eins og við erum í núna. Og ég minnst þetta góð hugmynd að bara ýta við fleiri ráðuneytum að koma frekari fjármunum til sjóðsins og koma því áleiðis og en ég veit að það hefur verið að skoða allavega það hvort að það eigi að auka fjármuni, hvort að það sé áfram þessi 2 ráðuneyti eða hvort að það sé eitthvað víðara samtal, þá bara kemur því áleiðis. Takk fyrir. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð SSV? Svo er ekki og þar með 151. fundargerð stjórnar SSV lögð fram. 14. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.014 undir fundargerði Faxaflóahafna á árinu 2020 og lögð fram 189. fundargerð frá 20. mars síðastliðnum og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að 189. fundargerð Faxaflóahafna þá þar með lögð fram til kynningar. Fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir óhefðbundna fundarsetu sem þó tókst bara alveg hreint ljómandi vel og segi þessum fundi slitið.